Já, komið sæl í GR-verkdeildina. Það vika 2 hjá okkur í 2026 tímabilinu, allavega hér í vor. Ég heiti Brimar Jörvi, verð með ykkur hér í allan dag og með mér er gestur sem hefur einu sinni verið hér áður. Það er hundurinn, hann Gummi, sæll og blessaður. Sæll verðu, takk fyrir að fá mig áttur. Langt síðan seinast, 3 mánuður eða eitthvað. Ég er rosa spenntur til að spreyta mig aftur hérna. Já, fylgdistu með í síðustu viku? Já. Sástu hvað var í gangi og svona? Já, ég sá bróðupartin af leikjunum allavega og þetta var svolítið svona sweep á þeim, eða sópur á þeim flestum, en ég er að vonast eftir góðum og spennandi leikjum í dag og ég er að reynda að búast við því. Já, algjörlega. Við erum á seinna rúllinni, þannig að við hoppum kannski bara beint yfir í það að skoða leiki dagsins ef við erum komið með dagskrána hérna upp fyrir okkur. Og það er held ég bara mjög spennandi leikir sem við fáum hér í dag, allavega einhverju mjög góðir. Já, ok, við fáum allavega til að byrja með Ómon Þór, það er fyrsti leikur, það er alveg rétt. Við förum síðan kannski bara yfir hitt á eftir. Já. En já, góður leikur til að byrja. Vonandi er allt í sóma hjá Ómon, þar sem að þeir þurftu að gefa síðasta leikinn sinn á móti 3-4 í síðustu viku. Vonum að verði ekkert svoleiðis hjá okkur hér í dag. En kíkjum snögglega yfir liðin, fáum Ómon hérna upp hjá okkur á skjánum og sjáum hvernig það allt er. Hérna eru þeir Bissi, Ómo, Vano og Simmi Valur. Já, helsta breytingin þar er Simmi Valur komin inn í þetta lið, en Bissi, Ómo og Vano spiluðu allir saman í síðasta tímabili og Vano akkurat maðurinn sem að, já, náði ekki að spila mikið í síðasta tímabili og datt akkurat út í síðustu viku og þeir náðu ekki að fá Simma valinn, þannig ég veit ekki alveg hvað var í gangi þar, en Vano, já, mætti halda að vera aðeins svo upptekinn fyrir þessa deild. Já, mætti halda. Ég veit að hann er góður spilari, þannig að það væri gaman að sjá hann spreyta sig almennilega og ég vona að það gerist í dag, að hann ná að spila alla leikina og gera eitthvað flott. Já, einmitt. Fáum síðan bara upp hjá okkur Þór liðið, já, það er ekki mikla breytingar þar sem að, já, þeir finnst það algjör óþarri, en Step, Bjarni og Emil Vald stilla sér einungis 3 upp þar sem að, já, þeir eru allavega ekki komni með varamann. Ég held að þeir sé alveg leyft að sitja ennþá inn einhvern varamann eða þeir vilja, en vissulega þurftu þeir engan varamann í fyrra, þannig ég held að þeir séu bara treyst á það, þeir geti bara klárað þetta allir 3. Já, það væri gaman að sjá, annars ég býð mig bara fram, ég skal hoppa þarna inn og sitja á bekknum út tímabilið og svona fagna og sér tekið við byggarnum með þeim. Já, það hljómar ekki aðlega vel, sko. Ég er alveg til að joina bara til að fá eitt byggar í hendunar, en já, ef þeir ná því 3-4 hafa alltaf verið hana til að berjast við þetta, já, allavega eftir að þessi lið urðu eins og þeir eru sett upp eftir að Rexer færði sig þangað, en já, áður við hoppu síðan yfir í fyrsta leikinn, þá ætlum við aðeins að kíkja á þetta Pringles sem er hérna fyrir framan okkur. Þú ert búin að vera rosalega spenntir yfir þessu og þá er bara spurning, ef þú ekki bara byrja dósinni hérna næst þér, hvað ert þú með hana? Ég er með hérna cheeseburger eða ostborgara á fallir íslensku. Já. Fjólublá treyja. Flott dós, sko. Eða baukur, jú. Góður baukur, sko. Hvílir þetta rosalega. Þetta er hérna, hvað er gott íslenskt orðið við limited edition? Takmörkuð útgáfa. Já, takmörkuð útgáfa. Það er bara hrikalega góð íslenska. En ég næli mér í hérna eitt hérna. Fáum okkur, hérna. Skál. Skál. Ok. Það er alveg svona smá sterkt í þessu. Það er eitthvað svona sem að grípur, eitthvað sem ég er ekki venjulega að sitja á ostborgara minn allavega. Ég veit ekki hvað það er eitthvað típa af sósa eða eitthvað svoleiðis. Það er ekki klassíska hamborgarasósa eða eitthvað þannig. Nei, þetta er enda að gefa mér einhverja góða minningar hérna. Já. Frá því ég var yngri, þá var hérna McDonald's hér á landi. Já, þetta er pínu svoleiðis. Já, þetta er pínu svona amerískur borgari, sko. Þetta er frekar gott, sko. Já, þetta er frekar gott. Við erum að byrja vel. Förum síðan yfir í, já, eitt sem ég búið með eitt baukaf heima. Já. Það er loaded fries. Smá forskott. Já, smá forskott. Ég allan veit cirka hvernig þetta smakast, en já,
Ég tek nú hérna upp 2 hana, spurning hvort þú, Bara flott. já, grípur ekki bara að mér. Skál. Skál fyrir því. Ég er á því að þetta er ekki jafn gott á borgarinn. Já, ég er enda að sammála því. Ég er enda En- fyrir hún á borgar. Já, kemur mér ekkert óvart, þú hefði búin að vera að tala um borgarann hérna bara síðan við mættum á staðinn. En síðan er eitt síðasta bragð hérna og það er Buffalo Chicken, það er eitthvað sem, Er góð? hljóma mjög vel, já. Fór aðeins vitlaus með henni í, en já, þú grípur hérna bara, Prófum þetta. Ég náði líka 2. já, Herru, hérna. skál. Skál fyrir því. Það er smá kikkið, herru. Já, þetta bræðast eins og Buffalo vangja sósa. Já, þetta er eiginlega pínu bara sósuna sem að færi í þessu nema einhvern veginn loaded fries finnst mér vera meira einhvern veginn blanda af kryddinu og sósunni sem að er í því. En já, ég ætla að velja, ég er Buffalo Chicken. Já, ostborgar allavega eina, sko. Ostborgar allavega. En þetta er sem sagt fyrir ykkur heima sem er að spá í af hverju við erum að smakka þetta og velja lið, þá er þetta fyrir hérna Super Bowl, skemmtilegt svona bragðtegundi sem þeir voru að gefa út. Ég mæli með fyrir allan sem er að horfa á Super Bowl, hvort sem það er í kvöld eða seinna, að hafa svona með í, já, partíinu. Það getur ekki klikkað og fá sér eina eðlu með þessu. Já. Hljómar ekkert eðlilega vel. Ég held að þessi er ekkert eðlilega góð, en hefur ekki að fá okkur einn ískalna Red Bull til að skora þetta niður? Jú, það Áður en við byrjum með það. frábærlega. Og síðan vonandi eru við bara að fara að hoppa yfir í leikinn, held ég. Já, til í það. Ekki bara skála á því líka. Jú, fyrst við erum byrjaðir. Já, ég... Skálur því. Mjög fín Red Bull líka. Já, þetta er enda mjög gott, sko. Spurning hvort að við meðum klára þetta og taka þetta heim fyrir okkur í Super Bowl eða hvort að fleiri séu að koma í þetta. Ég er alveg til í að lauma með þessu, en já, í versta falli að hoppa út í búð og kaupa nýja. Já, nákvæmlega. Sko. Já, ég var nú bara að pæla hvort ég maður ekki draga bara upp stól hérna, fætnar upp á borðið og vera bara að borða Pringles ára á leikina. Ljómar ekki aðeinslega vel, en vissulega þurfum við að lýsa þessu. Við höfum ekki verið að hámbi okkur allan tíman. Það er víst. En það er einhver smá tæknileg villa hann, það er aðeins lengru í leik, en þá er bara fínt, þá fæ ég einhverja spá út úr þér, Ómon gegn Þór, hvernig fer viðregnin? Ég held að hún farið 3-1 fyrir Þór. 3-1 fyrir Þór? Já, ég held að, þeir spili þessi betur liðsheild núna, Ómon, verða bara allir spila, þurfi ekki að gefa hann eina leiki og þá held ég ná alveg að klóra eitthvað í bakkan, en Þór er náttúrulega gífurlega sterkir eins og vanalega, þannig að gefa þeim yfir höndina, en seinast þegar ég var þá var ég mjög bjartsýn á öllu, en nú ætla ég ekki að gera það. Já. Ég ætla að halda mig bara í staðreyndirnar frá fyrri leikjum sem ég hef hort á og giska bara út úr því, þannig já, 3-1 fyrir Þór. Já, ég ætla að spá sópi til að byrja með. Þór kemur hérna inn og klára sópin, töpuðu leik gegn Dusty í síðustu viku, býst ekki við að það sé að fara að gerast aftur. Held að þið séu meira tilbúinir í gíri núna, en hvað við maður Ómon geta sýnt alls konar hluti og sérstaklega þegar þeir eru reyndar mættur LAN, en það er ekkert landbæði að fá það. Ég er reyndar spurning hvort að þið séu ekki að hlusta á mig, hvort að þið séu ekki bara mætti með íbúð hérna saman og spili bara allir saman, þannig að þá er þetta alltaf landbæð. Já, nákvæmlega, fá bara, þú veist, Þór til að finna eitthvað húsnæði fyrir þá eða eitthvað og bara... Já, Ómon. Nei, Ómon. Já, Ómon er með landbæði. Þór spilar alltaf jafnvel. Ok. Ómon er með landbæði, sko. Ég er eitthvað að miskilja hérna. Já. Ok, þá ekki bara fá þá alla hérna núna. Við erum hvað sem er. Já, nákvæmlega. Já, fá þá bara alla hérna í að rýna. Fá þá til að spila bara hér. Það verður reynda gaman, sko. Ég var alveg til í að sjá fólkið og fá einhverju til að heilsa mér hérna þegar ég er að koma hérna út eftir útsendingu og svona. Kíkja á það og sjá hvernig það gengur í rænt og eitthvað. Já, þú getur líka bara látið mig hafa mæk og ég hleyp fram í sal og meðan þeir eru að spila, sko. Og set mækinn í andlita bara, hvernig líður þau núna? Já, einmitt. Halda bara áfram útsendingunum bara svona í svona stutt gaman vídeo hérna út eða eitthvað. Einmitt.
eða gera einhverja klippur fyrir TikTok eða eitthvað. Hvað, þú veist, ekki allir á TikTok eða? Það er sem ég gerir vel eitt og þess vegna sef ég lítið. Já, einmitt. Það er það sem að trufla mann nóttina. En já, það fyrir allan að styttast í leik, heyrðist mér. Þannig að það er allt gutt þar og já, ég er bara rosa spenntur að sjá það byrja að spila. Það sem við vorum allir svona pínu seinir í þessu í dag. Það er sunnudagur, allir voða rólegir og já, allir búin að sofa mjög lengi til að vera tilbúinir í kvöldið. En hér förum við yfir á völlinn og já, skemmtilega stuðningsfólki okkar hérna neðst. Toyota komið með hérna. Frábært. Pringles. Frábært. Kérverk, Elko og Arena. Og þarna sé ég einhverja bíla. Herru, það er Simmivalur mættur á völlinn og já, það er Vano og Ómó sem eru með honum. Vissulega, já, engar breytingar hjá Þór, þar sem að þeir hafa enga möguleika á breytingum. Og Stef byrjar í loftinu, reynar að koma boltanum fram fyrir Emirvald sem að, já, það er að gappa pínu Ómó vörðina en það dör ekki til, þar sem að enginn hjá Þórsarunum tilbúin að taka vel á móti þessu bolta. Það er Simmivalur sem að setja upp bolta fyrir fram á marki. Hér Vano kemur skotinu á og þeir fara tveir í þetta til að verja Emirvald nær þessu. En Þórsarar, já, byrja í smá vesinni hér þegar Stef fer já, ekki langt upp vegginn. Núna Þórsarar bara í algjörum vandræðum að koma boltanum fram. Ómón að gera allt rétt hér með pressuna en Stef setur þetta loksins á marki hinum megin. Simmivalur tekur þessu rólega, ekki mikið búst en þurfti þess ekki. Emirvald kemur þessu niður á völlinn hér, Bjarni upp aftur tilbaka og nær ekki seinni snertingunni. Jú, þarna yfir Stef og núna var það með tækifæri en Stef rétt kemst í þetta. Emirvald nær að losa þennan bolta. Já, Ómón að byrja vel hérna fyrstu mínútuna. Já, mikið rétt. Þetta er sterk byrjun hjá eiginlega bara báðum liðum sko. Það er allavega komið skot frá báðum liðum, þannig þetta lítur út fyrir að vera spenna í þessu. Ómó fer upp. Ómón í sókninni en Bjarni tekur við boltanum fyrir miðju. Engill að taka mótanum, Simmi sendir á Ómó. Simmi með skot og það fer rétt svo við hliðin á markinu en núna er komið að Þór að sækja. Nei, var nú tilbúin skot frá Bjarna, varið frá Simmaval. Ómó fer upp, nær að komast á undan Emirvald og Stef þarf að taka við boltanum sinni einn helming. Hann heldur á honum, Vano kemur á móti, nær Simmunni, 50. Bjarni nær ekki upp með boltan. Tveir upp, Emirvald á bakborðinu, nær yfir Simmaval, Ómó kemur í 50. Bjarni með búst til að leika sig með, nær að koma boltanum fyrir miðju. Simmivalur komin upp, Ómó er fyrir neðan, lítið búst til að vinna með. Emirvald fullan tank, fer upp á þakið. Eitt flippisett og ekki meira, eða hvað? Simmivalur tekur á boltanum, vel gert hjá Þór til að byrja með en Ómón sækir á fullu. Ómó fær hérna fullan tank með einn mann á loftinu en snertingin ekki nógu góð. Emirvald fer upp með smá til að leika sig með en Ómó tekur á móti sig og Vano sendir hann fram. Bjarni fyrir miðju, Stef nær ekki alveg upp í boltan eða var þetta smá gapp hjá honum. Skot, nei, Vano er tilbúinn. Tortrýming á Ómón en Þór nær ekki að breyta þessu í tækifæri. Vano kemur í sók, hann er með einn með sér, nei, neita af Þór, Stef og Emirvald saman hérna. Skot, rétt svo fer ekki inn hérna hjá Þór. Smá óhefnir í sókninni en þetta heldur áfram. Já, fram og tilbaka fer þetta Ómón að halda mjög góður í vörn og móti Þórsurum þekkti fyrir að skora mörg. Þannig að þetta lítur bara vel út fyrir Ómón hérna til að byrja með hann og hérna bútið tækifæri flott skot frá Ómó kom hann inn. Boltinn ennþá mjög hraður hérna. Emirvald kemur núna í skoti hinum megin og það er varið á línunni hjá Simmaval. Bjarni núna næstu til að reyna en það kemst ekki á markið. Stef upp í bakveikin, Emirvald er tilbúinn en Vano nær að pota þessu lengra upp. Simmaval kemst í þetta. Núna næsti maður, Vano á marki, slanna! Ómó kemur að reyna að klára þetta en þeir ná að losa þetta út. Þór ótrúlega heppnir, þarna þetta hafði ekki farið í slanna og inn. Bjarni í horninu sínu, algjörum vandræðum, Simmaval heldur pressunni, Emirvald nær að koma aðeins lengra út í hornið. Og núna koma þeir áfram hratt upp. Emirvald
Bíður eftir tækifærinu, kemur honum hérna upp fyrir framan Bjarna en Vano og Bjarni missa báðir á honum. Simmi Valur ætti að vera með þennan bolta en Þór komast í þetta og bolti núna fyrir framan marki, Stef missir af honum. Ómó nær að losa þetta til hliðar, Emil Vald næst maður til að reyna, Bjarni kemur, situr þetta loksins á marki en þeir ná að verja þetta. Emil Vald nær ekki heldur að klára þetta, Ómon er að verja á línunni. Næsti bolti, þetta, Stef og Bjarni ná loksins einhvern veginn að klóra sig inn í þetta mark. Og já, Þór 1-0 yfir en Ómon búinn að spila frábæran leik. Já, þetta var rosalegt. Þetta var alveg fram og tilbaka endalaust en síðan kom þarna lítið boost hjá Ómon og torstreaming og þá var erfitt að verjast fyrir Ómon en þeir eru ennþá í þessum leik, 30 sekúndur, þeir eru ákveðnir og komnir í sókn, bara fljótandi þetta Bjarni og Vano en Ómon kemur til að hjálpa til. Skot frá Simma, nei, nær ekki skoti, Vano er einn tilbaka, lítið boost, nær challenge, eða var þetta Simmi hérna, ég sá það ekki alveg, Ómó á bakborinu, Simmi setur hann upp, Emil Vald tekur á móti, eitt, er hann með skot frá Bjarna og það kemur bara skot inn í markið. Ó, ég bjóst ekkert við þessu, þetta er alveg, ég held að það væri soloplayið í gangi en þetta er mark frá Þór, 2-0, 11 sekúndur eftir. Já, þrír allir í vörninni annað en Bjarni finnur, já, þetta litla gat sem hann var í vörninni, 11 sekúndur eftir, Þór 2-0 upp, þetta ætti að vera búið hér. Þannig að liður tíminn nógu langt niður, þannig að Þórsarar eru komnir með þetta og vinna hér fyrsta leikinn eftir frábæra baráttu. Við erum að fá góðan fyrstu bara viðurinn hér til að byrja með. Já, ég verð að vera sammála því, þetta var góður leikur. Já. Þetta var búið að vera svo fram og tilbaka, ég bjóst ekki við þessum tveimur mörkum alveg í endan. Nei. Það er aðeins að hita upp hérna sko, Já. að venjast þessu aftur en þetta var spennandi. Þetta var spennandi, algjörlega og Óman bara með svona bestu varnartakta, já, allavega í ár vil ég segja. Við höfum ekki fengið svona góða vörn í ár, það komið frekar mikið af mörkum í síðustu viku, svona fram og tilbaka og já, þetta var líka bara flott sókn hjá þeim. Vantaði ekki mikið upp á Vano með skot í slána, en Þórsarar, já, taka 2-0, ná að halda hreinu marki. Fáum ekki upp stigatöfluna hérna hjá okkur, spáum ekki til því. Fyrir ykkur sem er í fantasy, þið hafið það bara í hausnum, þið sáu að Bjarni var klárlega fremstur í stigunum, þess vegna er ég með hann inn á í fantasy liðinu mínu. Og já, við förum áfram yfir í næsta leik eftir skamma stund. En já, það lítur allt út fyrir það og Óman er alveg góðan séns hér í dag. Ég myndi segja það, ég held ég var að fara að skora fyrst, ég skal vera alveg hreinskilinn. Þess vegna bjóst ég ekki alveg við þessu allt í einu 2-0, alveg í blá lokin en þeir litu vel út, Óman, mjög vel út, þannig, já, ég er ennþá að halda í mína spá, þannig. Já, algjörlega, hoppum yfir í leik nr. 2 hér, Óman og Þór mættir á völlinn. Það er Vano sem að færa að byrja með boltan, sínum vallarhæfning og allt búst í heiminum nær flippinu, en kemst ekki fram hjá mönnunum sem hann þurfti. Stef nær að gera vel hér og kemur hann yfir Emil Vald sem að nær skotinu og þetta er strax komið markið frá Þór. Frábær spilamennska hér hjá Stef, kemur honum fram hjá einum og beint á Emil Vald. Varnarmennin er ekki tilbúinir í hann að bolta. Og já, Þór komið 1-0 yfir eftir einungis 15 sekúndur. Já, ég veit ekki alveg hvað breytist hérna. Þetta er allt öðruvísi byrjun. En nóg eftir, 1 mark, Vano með boltan. En það kemur bara strax Bjarni fljúandi upp úr engu. Vano með skot á markið, en Emil Vald nær að taka á móti því. Herðu, Simmi með smá mistök hérna, sendi boltan sitt eigin vallarhelming, nær Þór að breyta, nei, Bjarni sendir hann líka tilbaka. Ég veit ekki, þeir eru að spila fyrir sitt og lið hérna. Vano á sókn, hann er með Simma nálægt sér, en Emil Vald nær að neita honum, Ómó uppi, situr hann fyrir miðju, en enginn að taka á móti nema Stef. Bjarni og Stef fara báðir í smá klemmu þarna, en bara Bjarni náði og skot frá Bjarna og það er mark. Já. Það er aftur mark. Mistök hjá Simmaval þarna í vörninni, Bjarni fær boltan hérna upp í hornið, Simmavalur backflippar í, já, eða frá boltanum. Þannig að, Óefinn. já, þetta getur gerst. Svona smá backflip í vörninni, ég veit ekki allir orðnir vanir því að gera það hérna á milli. Ójú. En hér er Vano með góða byrjun hinum megin. Nær ekki að búa til neitt. Simmivalur var tilbúin að reyna að taka á móti boltanum. Ekkert búst á Óman-mennina nema Simmival núna.
Hver nær í þennan bolta, hérna kemur Bjarni, reyna að lauma sér hérna inn á milli þeirra, Vano nær að koma sér aðeins út, framhjá Step, Emilvald nær að mæta honum, Step núna með bústið, með boltan, kemst framhjá einum, en Vano nær að vera inn í slána og Emilvald nær ekki að komast í þetta, Simmavalur nær að losa Ómó núna yfir hinum einn, hann reynir að spila þetta yfir á Vano en vel mætt hjá Step, Emilvald fyrir hérna upp í flipparan, kemur sér alla leiðina yfir, heldur flipparanum gangandi en nær ekki að koma sér alla leið á markið. Bjarni var tilbúinn að reyna að koma og klára þetta fyrir hann en Óman menn, eins og við segjum, góð vörn almennt hjá þeim. Emilvald heldur samt áfram þessari pressu, Step fyrir upp í loftið, kemur honum niður en Ómó fyrir akkurat fyrir línuðan sem að Step var búinn að sjá fyrir sér og Óman halda áfram, já, mjög góður vörn og ná að sækja eitthvað núna. Já, þetta búin að vera gífulega góð vörn, myndi ég segja, þó að þessi komið 2 mörk, það náttúrulega gerist, en Emilvald uppi í loftinu aftur, nær ekki að koma þessu á markið samt, Step heldur þessu inni, Simvalur uppi, tekur á móti þessu, Emil ætlar að mæta honum með fullan tank, nær stjórn á boltanum, hann reynir að fara í tvíslemmuna en nær því ekki, Bjarni meðan fyrir miðju, með smá í tankinum, Step getur þetta hjálpa út hérna, hann fer upp, nær tvísmellunni í horninu en nær ekki að breyta neinu í mark. Vano núna, Emilvald mætir, Vano með flotta tilraun en nær ekki að setja það inn. Ómó í horninu, Þór að verjast gífurlega, Simmivalur með skot, nær ekki að breyta því en 2 fara í boltan hjá Þór en þeir ná að lenda aftur og taka mótunum og skot frá Step að koma en það fer framhjá. Bjarni mætir, skot á markið, 50 sem fór illa. Þetta óheppilegt fyrir Ómon. Já, ekki skemmtileg mörk sem að Þór að fá hérna backflip í vörninni og síðan 50 sem endir illa. Já, Ómon allavega ekki mjög kátir út í þennan leik en Þór, já, vita það að bara mörkið sem að skipti máli, það ekki hvernig þú skorar og núna Emilvald hins vegar með hrikalegt spil upp völlinn, sjálfur fer hérna alveg upp í loftið og nær að smetla þessu svona niður fyrir sjálfa sig til að klára þetta hornafræðin, frábær hjá honum. Hér höldu síðan áfram, Þór komið 4-0 upp, Simmivalur mætir Step hér í miðunni, Step hefur mun betur og Vano þarf bara að verja markið frá fyrsta skotinu. Emilvald með boltan fyrir flipparan, Step heldur þið gangandi, hér kemur þið ekki á markið. Simmivalur nær að losa þetta. Núna Vano kemur honum fyrir framann Ómó en nær ekki að smetla þessu á markið en kemur honum aftur fyrir framann Vano sem að ákveður að fara frekar í bakvækinn heldur en að reyna skotið, vildi ekki fara í skotið og móti varnarmanninu þarna. Boltinn ennþá fyrir framann markið á Þór en það bara ekki nóg. Bjarni kemur þessu alveg hinum meginn og kemur þessu á markið, það fær í stöngið á báði meginn og hann sjálfur skýtur því síðan út. Bjarni, hún langaði ekkert að skora, kemur þessu bara frá markinu og núna mínúta eftir fyrir Óman til að skora 4 mörk. Eiga ennþá eftir að finna markið, hér kemur Step hins vegar og skorar 5. markið fyrir Þór. Já, orðin eiginlega ómöguleg saga fyrir Óman að komast aftur í þennan leik. Já, þetta lítur svolítið grimmt út fyrir Óman hérna. Þetta svolítið breyting frá fyrsta leik, 5-0 mínúta eftir. En þeir geta allavega klórað í bakkann, fengið einhver mörk, það aldrei neitt að því. Núna sjá, já, Óman sækir á fullu strax, Simmivalur með snertingu, Step og Bjarni fara báðir, en Óman nær ekki að gera neitt með það eins og Step alveg í baráttinu móti Vano og boltinn flýgur bara. Bjarni með skot, Step frammi, nær ekki snertingu. Bjarni ennþá í súpunni, Emilvald missir af boltanum, en nær að taka hann af Simma, en Ómó mættur og skot frá Ómó, nei, Bjarni tekur á móti. Sniðugt gert hjá honum, en Vano var tilbúinn, skot frá Step. Simmi nær að neita því með 2 snertingar af þakinu, mjög fallega gert. Emil sendir á Step, Step sendir á Bjarna, en Ómó tilbúinn til að neita því. Step nær ekki snertingu, en góð hugsun. Boltinn bara að leka í gegnum miðuna, en Ómó nær að taka mótunum. 5 sekúndur eftir, náðir skot á markið. Bjarni með boltan, nær honum fram hjá Ómó og nær að ekki alveg jarðan, hann helst uppi. Vano, hoppar honum upp, hann með tækifæri hérna, alltaf sækja. Hendur hann í hornið, 2 snellingar, nei, nær því ekki.
og hann hoppar upp. Sókn hjá Þór. Hver grípur hann? Bjarni með skot, Vano í vörn. Stef skot og Emil Vald rétt svo næra, tróðaði í samskiptin. Já, sjáum þetta hérna aftur. Stef situr hann hér og Emil Vald eiginlega bara stelur Já, þetta er eiginlega bara stálunum. Hann hefði betur mátt sleppa því það sem ég er með Bjarni á miðunni. Ég hefði viljað fá stóðstöðningu á hann, takk fyrir. En jæja, það er Stef sem að gerir mest í því hér. Og við höldum síðan áfram yfir á næsta völl. Þór algjörlega tók yfir þennan leik. Heldur betur. Spurning hvort það er ná að halda því gangandi eða hvort að Ómon séu með einhver svör hér. Ég er að vonast að Ómon taki eitt leik. Eitt leik, já. Allavega. Ég vil bara halda áfram að mín spás sé sönn hér alla leið í gegn. Ég var með 3 réttar í síðustu viku. Ég vil halda þær öllum réttum áfram. En hér kemur Bjarni upp völlin á móti Ómó í horninu sínu með smá búst en Emil Vald mæti vel og reynar að trufla sig að næsta mann. Vano er að koma sér eitthvað fram en er ekki með bústi til að fylgja sér eftir, spila niður og það er bara Bjarni sem að tekur á móti, kemur honum fram í hornið. Emil Vald næstu búinn að taka við þessum bolta en Vano núna kominn fram hinum einn. Bjarni fær síðan tækifæri aftur hér með bústið yfir á Emil Vald sem að nær ekki að koma sig fyrir markið. Vano nær að koma skotinu en Stef virkilega vel gert að komast fyrir þetta. Emil Vald núna í loftinu enn og aftur flipparinn mikli en nær ekki að koma sig á markið. Simmi Valur kemst beint fyrir það. Vano núna hinum megin kemur svo alla leið og Ómon er loksins að finna markið. Já, það var komið tími til. Ég var alveg að búast við þessu. Þeir eru búin að vera góðir í sókn, góðir í vörn. Þannig kannski er þetta leikurinn þeirra. Og já, virkilega vel gert hjá þeim, bæði í vörn og að breyta þessu í snögg sókn. En Simmi Valur, það keyra allir fram í boltanum og nú er að Bjarni á móti Vano. Hann gerir smá gabb en Vano gerir vel að bíða bara rólegur. Emil Vald með skot fram hjá. Simmi Valur á mótunum. Emil Vald með búst, fer ekki í þangið en hann nær að keyra utan í varnarmann Ómon hérna en hann þarf að taka mótunum sjálfur í sin megin vallarhelming. Hann þarf bara að eyða tíma fyrir liðið sitt, sækja búst, koma sér aftur í góða stöðu. Simmi Valur tekur á mótunum. Stef nær, koma boltanum fyrir miðju. Stef á Emil Vald. Emil Vald er ekki tilbúin í þetta því miður og er bara tortrýmdur þarna. Ómó sendi fyrir miðju. Vano með tvísmellu mögulega, nær ekki snertingu. Ómó með smá búst, nær hann 50 en það fer í áttur að sín eigin marki. Held að Vano sé með þetta. Vano er með þetta, það var ekkert óhapp aftur en það er samt hættan er ekki búinn. Ómó heldur áfram, nei, hann er með lítið í tankinum. Emil Vald er bara rólegur. Já, það borgar sig að vera rólegur. Vano er tilbúinn. Ómó er ekki búin að gefast upp lítið í tankinum en þeir þurfa ekki tankinn, þeir þurfa bara að keyra áfram og skora. Já, algjörlega. Þór eru undir hér. Ómó með góða tilraun hér frá Vano. Núna boltinn hættulegum stað. Simmi Valur kemst fyrir þetta. Bjarni með smá tíma kemst undir einn. Ætlar að tróða sér fram hjá Simma Val sem að gengur ekki. Ómó fer hins vegar beint upp í Emil Vald sem að kemur boltanum áfram hérna niður. Stef kemur upp fyrir framan Bjarna sem að hittir á markið en varið á Ómó. Núna Emil Vald með 100 búst sín megin. Fer hann í flippar hann alla leiðina yfir. Byrjar hér 1 flipp, 2 flipp eða hvað? Nei, Stef kemur og klárar þetta fyrir hann. Hrikalega vel gert hjá þeim strákunum. Emil Vald og Stef spila gríðarlega vel saman. Og þetta er eiginlega eitthvað sem þú mátt ekki leyfa Emil Vald að komast í. Það er 100 búst frá sínum eigin bakvegg því að hann flýgur boltanum alla leiðina yfir eða mætir enginn snemma í hann. Og Simmi Valur núna kemst í bústi hérna en nær ekki boltanum. Emil Vald nær að tróða sér hérna fram og reynar að koma alla leiða í hann en Vano mættur langt á undan. Bjarni tekur vel á móti boltanum og fer upp í loftið. Ómó mætir en Emil Vald tekur hann af honum. Bjarni reynir síðan aftur. Allt stopp hér á miðjunni. Boltinn bara frosinn. Simmi Valur reynar að halda þessu gangandi eitthvað fyrir þá en Emil Vald loksins að reyna að búa tækifæri fyrir Þórsararna hér. Þá er tortímt manni. Bjarni núna
kemur honum hérna upp fyrir næsta mann. Emil Vald kemur honum fyrir og nær að losa varnarmanninn. Emil Vald býr til frábært tækifæri fyrir Bjarna sem á ekki að vera hægt að klúðra. Og já, Vano skotin burti eins og ég veit ekki hvað. Já, þetta var frekar óöfilegt fyrir Ómon, en Þór gerir bara það sem þarf að gera, alltaf skora mörk. Og nú eru þeir komnir 2-1 yfir með 1 mínútu og 40 sekúndur eftir. Emil Vald kominn strax aftur í sókn á móti Ómo. Ómo gerir vel og heldur áfram. Bjarni reynir að mæta honum en nær ekki snertingu. Vano í hornið. Stef býður eftir honum hérna, nær að taka á móti honum. Simmi Valur reynir að koma á skoti en Emil Vald grípur það. Hann í loftinu með lítið í tankinum. Bjarni tekur við fyrir hann. En smá klemma hérna, herðu. Var þetta regla 1 brotin eða? Er ég eitthvað blindur? Nei, Emil Vald reynir að koma honum út en Stef heldur boltinu sér. Ómon með skot en það fer yfir. Emil Vald aftur í loftinu móti Vano. Hann reynir eitthvað plan B þetta sýnist mér en það gengur ekki upp og Ómon kemst úr vandamálum. Stef á Bjarna en Bjarni nær ekki komast upp nógu hratt. Fyrir miðju, Bjarni aftur tilbúinn en Ómo er sneggri. Emil Vald sín einn horni með fullan tank. Hann hoppar aftur upp. Þegar hann íflippar hann. Já, og er þetta mark? Nei, Vano er tilbúinn. Hann er núna með fullan tank. Hvað mun Vano gera? Sendir hann yfir á Ómo. Ómo upp á bakborðið. Emil Vald þarf að taka á móti og nær því. Simmi samt vel tilbúinn, vel gert hjá honum. Vano fór að hjálpa honum út. En skot á markið og Stef skorar. Eða Ómo. Eða liðsheild hjálp. Já, Stef kemur hún hérna niður fyrir fram að markið og Ómo. Þetta var alltaf leiðinni inn. Já, þetta var leiðinni inn. Það er ekki hægt að kalla þetta Óstaköku. En Þórsarar komir í 3-1 þegar 31 sekúndur eftir. Það er almennt nóg fyrir þessa drengi til að klára leikinn og þá viðrögnina hér. Stef kemur með annað skot hérna á markið. Vano nær að verja það burt. Bjarni kemur sér upp í loftið. Upp í horni núna. Reyna að tróða sig inn. Stef missir boltann hann frá sér. 5 sekúndur eftir. Ætti að vera nóg núna tími liðinn fyrir Ómon að reyna að koma eitthvað tilbaka. Bjarni klárar þetta hér með því að sitja boltan í jörðina. Og Þór vinna þennan leik 3-1 og þannig viðureignina 3-0 byrja hér á sópi hér í dag. En já, það var líka bara það sem ég spáði. Já, þú er réttur þér. Spáin heldur áfram mjög góð og það er skemmtilegi leikir framundan. Þannig að spurning hvort að spáin mín haldi sér áfram. En við förum allt yfir í það og eftir. Við ætlum að byrja á bara stuttum auglýsingum áður við förum áfram yfir í næstu viðureign. Þannig að ekki fara langt. It's like a jungle sometimes, just make me wonder how I keep from going under. Drive a big car, spend the 20s to 10, and you wanna grow up to be just like this. Don't push me, cause I'm close to the edge. Veldu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskurum leiði sjálfsagt mikið mér. Ég held þú þurfi Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en ekki svo gott heldur.
Já, komið sæl aftur eftir spennandi fyrsta leik og þriðja leik en 3-0 sigur fyrir Þór. Þá eru við mættir aftur í stúdíóið og tilbúnir í næstu viðureign sem að verður vissulega Dusty gegn Hamar, nýja liðin okkar hér og Dusty, lið sem að allir þekkja á Íslandi held ég. Já, heldur betur, þeir hafa náttúrulega verið hérna í bara rafíþróttasenunni út allt og í Rocket League svolítið tíma og ég að búast við að þeir séu að fara að standa sig vel núna. Já, algjörlega Hamar, lið sem að vissulega vann fyrstu deildina og fáum hérna upp það lið. Vissulega, við erum með hérna Ravík, logoið ennþá, ekkert spá í því, það er vitlaust. Það er Villi, það er Sérind og það er Bombi. Fínasta lið. Ég veit ekki hvernig, mér líður eins og þau þurfa að æfa sig aðeins meira eða fá inn aðeins flottari þjálfara eða eitthvað svoleiðis til að halda sér áfram í GR-verkdeildinni. Allavega eftir að hafa horft á í síðustu viku, þá finnst mér vanta einhverja punkta hjá þeim. Spurning hvort að þeir séu búin að æfa það núna bara síðustu vikuna. Það getur breytt miklu á einu viku en það er ekki himn og haf kannski á einu viku. Nei, þetta er náttúrulega, þetta er strembið sko. Þetta er náttúrulega, úrvalsdeildin er erfið deild náttúrulega, erfiðasta deildin hér og þú þarft að setja það fram þitt besta og vera með góða liðsheild og bara, þú þarft að vera með allt á hreinu til að geta keppt í deildinni og eins og segir, ef þú vilt halda áfram í deildinni þá þarftu náttúrulega sína fram á þitt besta og ég vona að þeir geri það í dag og bara tókla deildin líkur. Já, algjörlega, en hoppum yfir í Dusty liðið sem að ég breytti aðeins til, Úsik, Smári, Dansku og Vatima. Vatima á bekknum, ég held hann sé hins vegar að spila í dag. Já. Heyrðist það af Discordinu að hann myndi mæta í dag, þannig að ef einhver í fantasy-deildinni sett hann inn á bara svona til að leika sér í dag, þá gæti þið verið að skora einhver stig. Ég veit ekki hver er að detta út fyrir hann, en ég býst við að þið sé þá Dansku eða eitthvað að taka sér pásu. Þeir vita það að þetta er Hamar og Vatima vildi kannski fá einn leik. Þannig að eða þá að einhver sé bara upptekinn, náttúrulega líklegara eins og það gerðist nú einhvern tíðan í haust að allir finnanir voru bara úti eina vikuna þess að þeir voru ekkert heima á sér og gátt ekkert spilað, en það gerist inn á milli. Fólk hefur eitthvað annað að gera heldur en að vera stanslaust í þessu. Ég held að þeir hafi reynda bara verið að gera eitthvað annað tengt á Rocket League þegar þeir voru ekki að spila á Rocket League. Þannig að kannski hafa þeir bara ekkert annað að gera heldur en Rocket League. Nei, ég kannast við það. Já, kannast við það. En þá fáum við bara spá út þér hér strax. Ég gísk alltaf rátt. Ég langar alltaf að spá sko. Nei, ok, ég ætla að segja aftur 3-1 fyrir Dusty núna. Já. Ég ætla að segja að Hamar fá einn leik. Já. Eins og ég segi, þeir eru nýir, ég veit ekkert hvernig þeir spila, en Dusty eru ekki nýir, þeir eru reyndir, þannig ég myndi gefa bara Hamar einn leik og Dusty hérna 3. Já, ég ætla að vera mjög neikvæður áfram. Dusty vinnur þetta 3-0, alveg klárt mál held ég. Það þarf að vera mistök hjá Dusty ef þeir ætla að vera að missa leiki hér á móti Hamar. Mér líður eins og það sé pínu svoleiðis, en það er, Dusty líka fengu ungan manninn í Smára sem að eiginlega kom inn í síðustu deild bara hrikalega flottur leikmaður með Stjörnunni, en einhvern veginn fannst sig ekki alveg þar. Ég held að hann geti orðið ennþá betri hérna með Dusty að halda áfram og þeir tóku vissulega leik á móti Þór í síðustu viku sem er strax stórt skref. Þannig ég held að þetta lið sé bara of sterkt. Við fáum hérna töfluna upp. Þetta er sem sagt, held ég, fyrir daginn í dag. Já, þetta var sem sagt fyrir daginn í dag. Þetta var áður en að Þór vann hér áðan. Þá leit þetta svona út 3-4 á toppnum. Stjarnan eru Þór í 3. sem eru vissulega komnið þá upp í 1. núna með +5. Dusty, Ómon og Hamar. Ekki mikil breyting þarna núna því að Ómon vissulega er þá í 7. sæti eða hvað sem maður getur sagt og Þór vissulega komnir upp í 1. en
gæti vel verið að þeir haldi sér bara í þriðja eftir daginn í dag, hver veit. En sjáum allavega, nei, byrju, það er ekki hægt af því að 3-4 og Stjarnan já, einmitt, það er ekki hægt. Það er ekki hægt. Þannig að, já, Þór eru allavega búin að færa sig upp sæti, það er spurning hvort að þessi, já, það er alltaf, já, það er spurning hvort að þessi 1 eða 2, af því að ef að leikurinn fer 3-2 eftir, þá getur við fengið svona smá, já, blöndu af plus-mínustöðum og þá er Þór allir innu komnir í bestu plus-mínustöðuna. Já. En við erum að fara að hoppa vonandi bara hér fljótt í leikinn, Hamar gegn Dusty, við erum að spá, já, 3-1 og 3-0, það er bara sömu spár og áðan og spurning hvernig það verður, hvort við fáum annað sóp hér. Ég vona samt að Hamar mæti með krafti og sýna okkur sína bestu takta þó að ég spái 3-0 sóp. En ég vissulega fylgdist mjög vel með þeim í fyrstu deildinu líka, það sem ég var að lýsa þar og þeir geta gert hrikalega flotta hluti en þetta er bara allt önnur deild að vera mættur en í GR-verkdeildina og sjáum hérna líka akkurat dagskránna sem ég reyndi að kalla á þann, það er 3-4 og Stjarnan akkurat á eftir. Þess vegna er Þór komin fyrir ofan allavega annað þeirra, spurning hvort að þeir ná að komast yfir á báða en já, það kemur allir ljós á eftir. Hér eru við fyrst að sjá hver er að fara að fá sinn fyrsta sigur í 2026 GR-verkdeildinni, Hamar eða Dusty. Og já, ég held að flesti sé að spá Dusty og við bara fljótum að fara að detta inn í hennar leik. Við erum alltaf að líða eins og við séum pínu seinir. Ég er samt ekki alveg viss hvernig klukkan er. Það er svona, það vantar eiginlega. Já, þetta er kolvitlaus klukka. Það er vissulega klukka í stúdíunni hjá okkur. Hún er bara kolvitlaus. Bara kolvitlaus. Hún segir að klukka sé, já, verða 20 mínútur í 11. Frekar vissum við séu hvað næðis yfir það. Já, smá. En, þú veist, hver er að pæla í tímanum? Við erum í Rocket League. Það er akkurat málið. Mættir hér á völlin, erum að senda alla leikmenn inn á völlin hér. Hér fer þetta í gang, Hamar gegn Dusty. Dusty eru vissulega ekki búinir að vinna 2, við lögum það eftir smástund. Bombi, Willi Ró, Serin, Dansku, Valdima og Smári. Já, það eru Úsik sem að tekur sér pásu hér í dag fyrir Valdima til að koma inn á. Willi Ró er að byrja hér, sterkt með skoti, varið af Dansku. Bombi, næsti maður til að koma boltanum fram. Hamar ætlar að byrja krafti hér. Willi með skot og það er varið af Dansku aftur. Og núna Smári að reyna að koma boltanum fram. Kemur þessu alla leið í bakveginn og ná ekki að klára þetta. Valdima, Bombi og Serin að skora. Hamar er að byrja af krafti hér og já, láta mig borða sokk bara. Já, ég er ánægð með þetta. Ég var til í að hafa rétt fyrir mig einu sinni hérna. En ég meina, ef Hamar byrjar svona sterkt, þá getur þeir nú bara unnið miklu meira en einn leik. Það var ég gaman að sjá þess konar barátt að þessi sería verður. En kannski eru Dusty bara hitt upp, maður veit aldrei. Dansku er á boltanum, nær ekki snertingu. Hamar kominn aftur í sókn, Smári nær ekki snertingu, skot, en Smári er tilbúinn. Hann heldur áfram, nær tvísmellinu áfram, en Bombi er tilbúinn, fær fullan tank. Smári mætir á þakkinu, nær ekki snertingu, Dansku líka á þakkinu, en hann nær að taka móti. Serin þarf að verja, gerir það ríðilega, en Valdima var komin í skottæki fyrir varið af Bomba. Þetta var grífulega vel gert, en ekkert mark. Serin kemur honum út, Dusty tekur á móti, kemst fram í einum opið mark fyrir Smára á 28 og það er mark fyrir Dusty, 1-1. Já, Smári, nýji strákurinn í liðinu að skora fyrsta marki fyrir Dusty hér gegn Hamar. Núna Hamar þurfa að finna annað skemmtilegt mark. Það er að halda sér í sókn í þessum leik en á boltinn rétt fyrir fram hjá einum þarna. Dansku núna með tækifæri, kemur hérna upp en missir boltan frá sér. Hamar með tækifæri hinn með Willi reynir að koma sér upp. Serin núna næstu til að koma skotinu, þeir fara fyrir í þetta. Smári verið þetta út og boltið núna allalegna yfir Dansku. Hvaðan kom þetta? Þetta var, þetta kom upp úr engu eiginlega.
Ég held að Valdimar væri að fara aftur en Dansku kemur bara úr sínum eigin helming, skýtur og það er opið mark hjá Hamar. 2-1 fyrir Dusty, en það er nóg eftir, allt getur gerst. Sjáum við þetta, Serind og Dansku fara í kick-offið, en Valdimar tekir þetta smá af Dansku, en þeir halda boltanum, Smári fyrir inn. Serind nær að koma honum upp á Villa, kemur honum fyrir miðju, Bombi ekki tilbúinn, Serind tekur á móti, Dansku og Valdi í sókn, en Bombi er fljótur, skot frá Serind, nei! Kemur rétt svo ekki snerting á boltan, Villi fyrir inn, nær að halda boltanum, Dansku að keyra að reyna að stela þetta bústi frá Hamar, en Serind nær að koma boltanum út með smá flippara hérna, en Valdimar tekur á mótunum, boltin lendir fyrir miðju, Serind er uppi, en Dansku nær á undanum með skot á markið, þetta er framhjá, eða stöngin basically framhjá, en Hamar komin í sókn. Hann nær ekki snerting á þetta, Serind með skot, en það er varið af Dansku og Dusty kemst aftur í sókn. Nei, Bombi neitar því, en Valdimar tekur á móti þessu á bakborðinu. Nær ekki annari snertingu, en Dansku tekur á móti, Serind nær ekki að verjast. Valdimar með skot, en Villi gerir vel. Dansku næst, varið af Bomba, en Serind kemur rétt svo í tæka tíð til að verja boltan fyrir Hamar, heldur áfram, nær yfir Dansku. Smári gerir vel með búst í tankinum, fyrir flippara. Annan flippara, velgert, Villi nær ekki snertingu, Serind mættur skot, en það er varið. Villi er á lítið búst, en Dansku nær ekki að koma sem fram hjá honum. Smári fyrir upp í loftið, Serind er með honum, fyrir þakið, snerting yfir Serind, fyrir bakborðið, Vatti með skot, en það er varið. Dusty að gera vel hérna á sókninni, Dansku fyrir upp, hann er með Smára með sér, fyrir í skotið, en það er varið af honum Bomba. Vel gert hjá Hamar í vörninni. Já. Dusty ekki hérna að skora neinn fleiri mörk en Hamar þurfa virkilega að fara að sækja sjálfir ef þeir ætla að halda sér í þessu leik. Smári með skotist, lána Dansku, reynar að klára þetta en það gengur ekki og Hamar lifir aðeins lengur. Serind núna með tækifæri hinum megin en það er ekki að búa til neitt almennilegt. Dansku tekur við nú á móti boltanum hér, fer upp vegginn, ætlar að spila yfir á Smára eða hvað, fer bara sjálfur með þetta en það er varið af Hamar vörninni. Núna Valdimar kemur þessu fyrir, ætlar að reyna að koma boltanum á markið, nær því ekki alveg. Serind kemur þessu upp, nær næstu því að klemma hann þarna með Dansku. Smári kemst upp í boltan, setur bara boltan hægt á markið sem engin Dusty maður var tilbúinn að aðstofa þarna. Dansku kemur þessu aftur fyrir frá markið, hann fer eitthvað langt út. Valdimar tekur á mótunum upp í loftið, nær klemmunni við loftið og sláinn út. Valdimar með skemmtilegt skot, ekki langt frá því að smella þessum inn en Hamar núna allt í hennu mættir í sókn hinum veginn og já, Dusty menn hæstu búin að mista boltan frá sér og inn í markið þarna en heppnir Hamar voru ekki tilbúinir að klára þetta, stöngin út núna. Hamar eru byrjar að sækja hérna síðustu 30 sekundunar. Smári nær ekki að koma boltanum frá, Valdimar nær að komast fyrir þetta og nær að klemma boltanum hérna lengra upp 10 sekundur eftir. Bolti kona markið og Dansku maðurinn til að finna markið hér. 3-1 fyrir Dusty. Skemmtilegt horn þarna sem hann finnur. Já, þetta er leiðilegt fyrir Hamar. Þeir eru búin að standa sig frekar vel í þessum leik, en 3-1 með 5 sekúndur náðu þeir að galdra eitthvað upp hérna. Það var 1 sekúnd til að skora. Náð því ekki, kannski, skot, nei. Boltinn sterti jörðina. Það er sigur fyrir Dusty í fyrsta leik. Já, Dusty taka fyrsta leikinn 3-1 eftir að hafa lent undir til að byrja með. En spurning hvernig það verður þó bara í næsta leik. Þetta er allavega mun betur mætt hjá Hamar heldur en í síðustu viku. Mér líst vel á það. Já, einmitt. Þetta var, ég myndi segja þetta var gott, sko. Þeir voru svolítið í vörninni, áttu erfitt með að komast úr sín megin helming, en þeir eru að sýna hérna barátta vilja sem mér líst vel á, sko. Núna komum við yfir í leik nr. 2. 5 mínútur til stefnu. Dansku byrjar hérna að hoppa fram með boltan, kemur honum fyrir frammarkið. Valdimar reynar að fara upp í þetta, nær því vissulega ekki. Smári tekur á móti þessu en er síðan bampaði burtu. Dansku kemst ekki fyrir þetta hjá Serind en það er að trufla hann. Valdimar missir síðan bara boltan frá sér. Bombi reynar að koma þessu fram
boltinn frosinn á miðinu aftur eða hvað, Smári kemst í bakveginn, næri tvísmellinu, það situr ekki á markið. Dansku getur ekki klárað þetta fyrir hann heldur, en er með boltan hér og ætlar að leika sig með þá hérna í gegnum vörnina. En næri ekki að búa til tækifæri, en Valdimar vissulega gerir það. Villi rétt nær að póta sig yfir markið, næsti maður kemur með skotið, en það er varið að bomba. Villi kemur skotinu á markið og það er enginn til að verja þetta. Villi! Vá! Þetta bara gerðist. Algjörlega, sjáum hérna, næra pótunum bara hérna upp í sókn og bara fer beint á markið. Já, þegar Hamar að ná að breyta skyndisóknum í mörk og ef þeir geta haldið því áfram, þá eiga þeir góðan séns í þessum leikjum. En Dusty eru rosalega sterkir hérna í sókninni. Smári ætlar að reyna að fá mark fyrir sitt lið, nær því ekki. En Dansku heldur boltanum inni. Hamar aftur í vörn, en þeir koma boltanum út. Smári smá mistök, nær ekki bústinu, þarf að gefa boltan, en hann nær ekki að taka mótunum á bakfórunu. En enginn hjá Hamar er tilbúinn. Dansku fer nú upp með smá búst í tankinum, nær framhjá bomba. Nær framhjá öðrum. Þvílík tvísmella sem var tæp á því að geta farið inn, en Hamar kominn aftur í sókn, Dansku og Smári fara báðir upp. Dansku með smá búst, nær ekki upp í þennan. Eða hvað? Nær ekki framhjá Villa. Serind núna með lítið í tankinum, en hann gæti ná 2 snertingum. Villiró ekki með búst og eiginlega ekki bombi heldur. Kemur Dusty aftur í sókn, Valdimar nær að taka mót þessu, kemur ekki skot á markið. Ein tortrymming gæti verið hrikalega erfitt fyrir Hamar að verjast núna, en þeir gera vel á litlum tanki og Serind kemur aftur til að hjálpa þeim út. Valdimar heldur minni, Smári upp með búst, fyrir flipparan, nærði ekki vel varið hjá bomba. Serind reynir að koma sér úr horninu sinu, en Dansku er mættur á mótunum. Það er engin pása fyrir Hamar, þeir þurfa bara að verjast eins og þeir geta hérna. Smári tekur á móti upp með 2 hjá Hamar, ná ekki snertingu, skot fer fram hjá Valdimar með aðra snertingu, Dansku og Serind. Hamar lifir af, bombi með lítið í tankinum, Valdimar nær ekki snertingu svona vildi, en Smári tekur á móti. Serind með lítið í tankinum, þarf hjálp frá liðsfélögum, Villiró nær snertingu. Dansku hefur tíma hérna, sendir á Valdimar. Valdimar sendir aftur á Dansku og skot! Gífurlega vel gert hjá Dusty hérna. Vá, þetta var vel spilað hjá Dansku og Valdimar. Klassíski 1-2-1 þriðningurinn til að koma markinu loksins fyrir Dusty inn. Líst vel á þetta, það sem hann lærði þegar maður var að æfa fótboltann. En já, vel nýtt í Rocket League líka, þar sem að vissulega er það ákveðin típa af fótbolta líka og gert alls konar taktík hér þegar Dansku dregur boltan hérna upp völli með sér. Valdimar fylgir því eftir, kemur þessi yfir að Smára, nær skotinu, en það er strax varið. Dansku mætir í næsta skot og Dusty eru allt í henni komnir yfir. Þetta tók ekki langan tíma. Dusty komið 2-1 upp, 20 sekundur eða svo sem að tók þá að skora 2 mörk og halda síðan hér áfram. Villi mætir boltanum hér í miðina, Serind næsti maður til að hætta, en Smári kemur honum framhjá. Boltinn skoppar hana fyrir fram að markið, ekki mikið sem að Hamar geta gert hér en ná að losa boltan. Villi núna með smá tækifæri en missir alla stjórn á boltanum. Smári kemst upp í þetta, hvað? Nei, Bombi gerir vel að koma sig upp í hornið. Villi síðan bara tekið út. Smári ekki sáttur að hafa ekki komast í boltan. Valdimar ekki með bústið til að fylgja sér eftir, nær í hornbústið. Núna er Smári í loftinu og nær skotinu á markið. Smári að skora fyrir Dusty. Vá, já, það er bara eins og Dusty þurfa að skora 1 mark og þá kviknar í þeim öllum. Þeir þurftu bara eitt vel spilað mark og núna eru komin aftur í 3-1 og Hamar þarf að breyta vörn í sókn til að reyna að vinna þennan leik. Sjáum hvað þeir geta gert hérna. Valdimar fær boltan með fullan tank. Villiró er upp á mótunum, nær 50-inu. Bombi hefur smá tíma hérna en Smári er mættur. Nær ekki annarri snertingu. Dansku og Serind fara báðir upp. Valdimar þarf að verjast hérna með lítið í tankunum. Honum er tortrýmt. Og það fer í slána. Hamar heldur samt áfram. Þeir ætla ekki að gefast upp. Bombi fer fyrir miðju. Nær ekki yfir Valdimar. Ekkert í tankinu fyrir hann. Villi og Serind báðir hérna smá að reyna að taka móti boltanum. En þeir halda áfram. Villiró tekur hann upp. Dansku mætir, vel gert hjá Dansku. En Bombi kemur upp. Valdimar mættur líka, gerir líka vel.
Serind þarf að koma boltanum niður. Bombi hefur smá tíma þetta, sendir hann í hornið. Dansku þarf að taka mótið þessu. Við gera það, 2 uppi frá Hamar, en hann nær honum framjá, vel gert. Serind kemur hann upp, en Dansku er ennþá í miðjunni af þessu, heldur bara áfram. Hann hættir ekki, þá er það Smári, kemur hann upp, yfir á bakborðið, skot, nei, Valdimar nær ekki í skotið. Bombi þarf að koma honum til hliðar, Willi Ró með klemmuna, hún virkar vel. Smári með fullan tank, róar þetta aðeins niður, hann er með báða liðsfélagana sína til hliðar. Valdimar kemur þessu í bakborðið, Dansku er uppi, engin nær snertingu. Smári kemur hann yfir aftur á bakborðið, skot, nei, Willi verið þetta. En sóknin er ekki búinn, Smári með annað skot og það er samskeytin inn. Dusty er komin í 4-1 með 22 sekúndur eftir. Já, Dusty að klára þennan leik. Hamar ekki að finna svörin nema bara akkurat í byrjun leiks einhvern veginn. En Dusty halda áfram og láta ekkert stoppa sig þegar þeir finna fyrsta markið. Það heldur bara skotliðin áfram. Smári missir boltan þarna frá sér. Bombi missir algjörlega af honum. Dansku núna með tækifæri. En nýtir það illa 10 sekundur eftir. Bombi komin hérna upp. En boltinn aðeins og hár fyrir hann. Hérna er skotinn frá Serind. Þau er ekki markið. Dansku með ríkalega vörslu. Boltinn lendir nú loksins í jörðinni og Dusty vinna leik nr. 2 4-1. Wow. Líst vel á það að Smári er merktur hérna striker með 2 mörk og 8 skot, það sem ég er vissulega með hann fremstan í Rocket League Fantasy. Já, hann er búinn að vera flottur í þessum leikjum, ég verð að viðurkenna það. En ég líka verð að gefa hérna hrósi til Hamar. Þeir eru að berjast. Algjörlega. Alveg að vísu. Og Eru að berjast bara mjög vel og sérstaklega þá í vörninni. já, einmitt, og þeir eru líka að spila móti liði eins og Dusty. Við erum búin að vera hérna, þú veist, að eilífu. Þeir vita alveg hvað þeir eru að gera, þannig Hamar þarf stígu upp og gera það besta. Það kemur mér ekki óvart að Valdimar sé búinn að vera lengur í deildinni heldur en kannski eitthvað þessu strákum sé búinn að vera að spila Rocket League. Þannig að við erum að fara í leik nr. 3 hér. Dusty eru vissulega komin 2-0 upp núna og halda þessu áfram hér. Serind byrjar hins vegar með flott blikk og Smári kemst inn í þetta. Smári nær ekki að góða sér langt fram. Dansku gerir það vel, kemur þessu upp í hornið. Núna boltinn fyrir fram á markið en Valdimar ekki tilbúinn að taka móti þessu. Serind núna upp í horninni hinum megin. Willi reynir að gera eitthvað en kemst bara alls ekki í boltan þarna. Smá rólegheit hér til að byrja með, ekkert mark fyrstu 30 sekúndunum. En það er vissulega það sem að Hamar vilja ná fyrst, en það er Dansku sem að finna loksins fyrsta markið fyrir Dusty. Þeir skora hér 45 sekúndur inn. Það er að lauma honum hérna fram hjá varnarmanninum áður en hann tekur hann sér bara út. Já, maður á aldrei að segja hlutin sér rólegir, þá gerist eitthvað. Leiðum að fyrir að tala um rólegheitin, þá gerist eitthvað og Dusty er komin 1-0 og þeir ætla að fara að halda áfram í sókninni. Með smá tvísmellu ná hann ekki skotamark en Smári er með smá búst. Willi nær ekki snertingu, fer í flipparan, nær ekki meiri snertingu, fer bara í bakklipið, nær ekki að koma honum áfram og Hamar sækir núna með Villa í sók, nær ekki snertingu. Dansku fylgir honum eftir, er upp í loftinu með smá búst, með Smára með sér. Þeir klemma honum saman í bakborðið en Hamar var tilbúin í þetta. Bombi er frammi, hann fer í toppstreyminguna, nær henni ekki. Dansku sendir yfir, tekur hann sjálfur, fer upp, hann er með Smára með sér. Smári er uppi, skot, nei, það fer yfir, nær Dansku aftur. Ekki í þessu sinni, Bombi uppi með Smára en Hamar er að verjast gífurlega mikið þetta. Dusty ætlar ekki að gefast upp, Smári nær að koma áfram. Hann er með einn með sér, nær skoti, það fer framhjá. Valdimar fyrir miðju, Dansku tekur flipparan, nær ekki að breyta því skot. Þeir halda bara áfram að negla boltanum áfram. Hamar þarf að koma honum út, það fá búst. Serind gerir ágætlega, boltin er fljótandi. Willi Ró nær boltanum, nær hann að stjórnunum, það er klemma og Serind nær rétt svo að verja það. Og það er sjálfsmark frá Bomba. Hvað það er, ostakaka hjá Bomba? Já, ostakaka vissulega eitthvað nafn yfir þetta sem að langt áður en ég kom inn í þetta samfélag. Byrjar að læra að nota það. Dusty 2-0 þegar 3 mínútur eftir. Ekki það sem að Hamar vildu
búin að byrja svo vel alla leikina og akkurat núna það öfugt, það Dusty sem að byrja hrikalega vel en nóg tími til að koma sér aftur inn í þetta þegar Dansku kemur boltanum minna upp í horni Vatima hinum meginn til að taka móti en gefur Hamar bara boltan, bombi ekki með boostið en skemmtilegu bolti sem að næra að klemma hann áfram Smári setur þetta upp það Serinn sem að tekur vel á móti því bombi næsti maður til að reyna á þetta fyrir flipparann ætlar hann að komast alla leið, nei mistir boltan frá sér, ekki með stjórnuna til að koma alla leið Dansku núna spurning hvort að hann fari í flipparann hér byrjar í róliheitum og kemur boltanum bara niður Smári færi þetta bara í sig næringri stjórn en bombi með skoti hérna yfir alla völlin Smári nær að verja það sem í tæka tíð en wow! Serind með því líkt skot hér Sláir niður með þess að þetta var vel gert hjá Serind hann ætlar að vinna hann að leik það er 1-2 núna fyrir Dusty 2 mínútur eftir allt getur gerst en Dusty að fara að skora hérna af kickoffinu það að fara að gerast Dansku með mark Hamar nær ekki að komast tilbaka já, Willi Rós snýr ekki nóg hratt og Smári og Dansku komunum inn saman og það er orðið 3-1 fyrir Hamar nei, 3-1 fyrir Dusty, ásækja mig en já Hamar samt búinn að sýna góðan lit núna það er ennþá næstum því fullar 2 mínútur eftir Bombi kemur hann upp Smári samt tilbúinn að taka á móti fyrir flipparann nær ekki aðra stertingu Dansku uppi en Bombi tekur á móti þessu það er kominn hans tími, nei Vatima nær að neita honum Hamar hefur smá tíma hérna Willi sendir hann niður, Dansku var tilbúinn Smári og Serind, Smári nær að vinna hann er ennþá á þekkinu, skot frá Smára gífurlega vel gert það er komið í 4-1 fyrir Dusty þetta var mjög fallegt hann nýtir sér óvininn til að koma sér upp á þakið og notar flippið til að skora skemmtilegi taktar í straffum til að koma Dusty hérna 4-1 upp þægileg staða þegar 1,5 mínútur eftir lítur allt út fyrir það að Dusty sé að fara að ná að sópa Hamar upp hér en það er Smári sem að kemur með skot og það er annað mark hjá drengnum ungi drengurinn sem að mættur í Dusty að sína sína bestu takta hér í dag og ungu drenginni hér á mótónum Bombi Willi, ég veit nú ekkert hvað segir þetta gamall en ekki alveg að ná að svara honum Dusty 5-1 Bombi núna með tækifæri til að koma boltanum strax á markið en Smári fyrir honum Willi stoppar Smára frá því að fljúga strax að stað og bolti lendir frekar illa á honum þarna hann að Serind í óþægilegri stöðu en býr til góðan tíma kemst fram hjá einum Vatima kemur upp í mótinu það er Dansku sem að endur á því að hreinsetta þegar það er mínúta eftir Bombi nær að stoppa alla sóknuna frá Dusty Serind flýgur hér áfram en Vatima tekur þetta bara móti þessu á jörðinni kemst upp í þetta núna ætlar hann að koma sér á markið, nei missir rétt af boltanum Dansku reynda næsti maður til að mæta spurning hvort hann spilar þessu áfram nei, missir af honum líka Serind kemur þessu hátt og langt upp Smári tekur þetta til hliðar boltinn að deyja hérna í miðjunni Vatima aftur hár upp Willi tekur á móti við erum bara að byrja að spila ég veit ekki eins og hvað en Dansku núna loksins að búið til tækifæri Smári næstu til að reyna að nýta þetta en Willi tekur þetta í róliheitum hér út Dansku 10 sekúndur eftir ætlar að skora síðasta marki hér Willi nær ekki að stoppa þetta en 4-3 þegar Serind með tækifæri nær hann að klára þetta, nei! Hamar ekki langt frá því að skora annað markið sitt í síðasta leiknum það hefði þá verið fyrsti leikurinn held ég sem þeir skoruðu 2 mörk en Dusty örugusópur hér eftir að lenda undir reyndar í fyrstu 2 leikjunum Já, að vísu þú er réttur í þetta en ég verður samt að segja að Hamar þeir spiluðu betur en í bjóstu þú veist, þeir eru náttúrulega nýir þannig maður kannski þarf að búast við þeir að hita upp en þú veist, miðað við stefnuna þá verða það bara betri og betri eftir helgum, þannig Já, klálega, þetta var mun betra spil hjá þeim heldur inn í síðustu helgi þannig að ef þeir halda svona áfram þá eru þeir að fara að sína bara mjög flotta takta hér í
lok deildar en auðvitað mega byrja að sína ennþá flottari takta sem fyrst. Einmitt. Þannig að þeir þurfu ekki að vera klóra í bakkan eins og Ravík var að gera hérna síðasta tímabil alveg í endan. En við erum allavega að fara að hoppa í smá auglýsingapásu áður við hoppum í síðustu viðuregnina sem að held ég nú bara mest spennandi viðuregnin hér í dag. Það verður 3-5-4 gegn Stjörnunni, svo ekki fara langt. Býtur ekki á? Nei, ekkert. Fiskunum leiði sjálfsagt mikið mér. Ég held þú þurfir Red Bull. Orkudrykkin. Ég þarf ekki Red Bull til að veiða. Ekki fyrir þig, fyrir þá. Fyrir fiskana. Býtu, fylgstu með. Red Bull veitir vangi. Ekki slæmt en ekki svo gott heldur. Já, komið sæl aftur, við erum mættir hér í stúdíói til að fylgjast með síðustu viðuregninni. Við vorum að sjá Dusty taka Hamar, nýja liðið 3-0 sóp og við erum búin að fá 2 sópa í dag, afsakið þetta. En spurning hvort að við fáum 3. sópinn hér, hvað heldur þú? Núna ég nokkuð svona viss að þetta verður ekki sópur þessi leikur. Þetta eru gífurlega sterk lið og já. Þetta eru margir leikir. Ég hlýt að hafa rétt fyrir mig núna. Já, þeir vissulega tóku báðir sóp í síðustu viku, þannig að það væri skrítið ef að þau ná síðan að sópa hvort annað, eða annar lið nær að sópa hitt. Það myndi allan að sýna fyrir eitthvað mikið mun á styrkleika í deildinni ef að liðin sem er að sópa einhver lið eru síðan að verða sópuð af efstu liðunum. Einmitt. En við höfum svo sem vissulega séð það áður. Þór hefur sópað fullt af þessum liðum þó að þau séu að sópa næstu liðin. Þannig að við kíkjum á fyrsta liðið, það er 3-5-4, fáum það hér upp. Það er Dan, Rexer, Pes og Vex. Engar breytingar hér, 3-5-4. Ég spiluðu mjög vel hér í síðustu deildinni og ég held að það sé algjör óþarfi að breyta eitthvað. Já, ég segi það nú. Það var gífurlega vel gert hjá þeim í seinustu deild og þeir virðast alltaf að halda því áfram, en þeir fá mjög erfiðan andstæðing hérna í Stjörnunni og það verður gaman að sjá hvernig þeir höndla það. Hérna kemur mitt Stjarnan. Já, Daxi, OSM eða Awesome eins og ég kalla hann, Khan og BRK eða Birkir eða
held að það hafi verið Birkir. Ég held að OSM og BRK eru strákar sem voru að koma upp úr fyrstu deild, voru í einhverjum liðum, ég man það ekki einu sinni. Ég held að OSM hafi verið myndaðin Bulls eða eitthvað svoleiðis. Kahn síðan nýr útlendingur í deildinni, Skoti mættur á svæðið. Skoti líst mjög vel á það, skemmtilegt að fá einhvern frá nýju landi. Við höfum almennt verið með þess að finna alltaf með okkur og síðan svona eitt breta og eitthvað svona inni. En já, skemmtilegt að sjá eitt Skota líka. Bæði sterk lið eins og við töluðum OSM vissulega koma sér inn í GR-deildina, var í fyrstu deildinni. Danni, já, búinn að vera í einhvern tíma, eða Daxi segi, og það verður skemmtilegt að sjá hvernig hann kemur sér með þessu liði áfram. Mér finnst þeir ekki sjá nógu mikið hvernig þetta virkilega spilamennska hjá þeim í síðustu viku þar sem að þeir fengu akkurat Hamar á móti sér. Ég held að þetta verður frekar skemmtilegt að sjá hér hvernig þetta verður í kvöld. Eða í kvöld, í dag segi ég, langt í kvöldið. Já, reyndar. En já, spáin þín, ég vil heyra þetta áður og hoppum hérna inn í leikinn. Já, ég var eiginlega búinn að ákveða þetta áðan. Ég ætla að gefa Stjörnunni þetta 3-2. Þú ætlar að gefa Stjörnunni 3-2. Já. Ég ætla að vera mjög ósammálaður. Ég ætla að segja að við séum að fara í síðasta sópinn hér í kvöld fyrir 3-5-4. Ég held að þeir séu mættir til leiks 2026 ár 3-5-4 og þeir ætla að sýna það hér fyrir okkur. Já, ég vona að hafa ránt fyrir þér. Þannig ég hafi kannski rétt fyrir mér. Já, það verður skemmtilegt að sjá. Þetta gæti vel verið fyrsta skiptið í ár sem að ég hef vitlaust fyrir mér, en við viljum bara byrja hennar leik. Go, 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 go! Himmitt. Þannig að við hoppum hér inn. Þeir eru allir að koma sig fyrir á vellinu PS, Dan, Rexer. Það eru menninir sem að við erum vanir að sjá á móti Kahn, OSM og Daxi eða Osom eins og ég kalla hann. Ég ætla að halda því áfram þegar Kahn fyrstur upp í loft. Dan tekur á mótunum, heldur áfram hér upp hornið. PS, næstum maður til að, nei, Rexer mætti hann upp úr þurru og kemur boltanum á markið og það varið á línunni með klemmu. Kahn fær þessa vörslu til sín. PS kemst í þennan bolta en boltinn komið fyrir fram markið hjá 3-4. Daxi næstum maður til að reyna en það Dan sem að tekur mjög vel á móti þessu bolta. Kahn gerir vel að leyfa þeim ekki að sækja samt og boltinn á hættulegum stað hjá 3-4. PS spilur þetta upp, Dan á að komast í þennan bolta, gerir það, kemur þessu fyrir aðeins og fastur fyrir Rexer til að taka mótunum. PS ekki með boost, kemur þessu upp fyrir Rexer. Dan næstum maður til að reyna að koma þessu yfir á PS. Þeir eru að spila svona hægt og rólega upp 3-4 og meðan Stjarnan að sækja hratt, taka langa bolta, skjóta þessu langt fram og leyfa bara næsta manni að sækja sig í sóknina. PS með no boost en Kahn tekur gríðarlega vel á mótunum, leifar honum ekkert að eiga allan daginn hana upp í loftinu. Dan nær loksins að koma á boltanum aðeins lengra fram en það er Kahn sem að tekur á móti. Við erum komin í næstu 1,5 mínútu án þess að fá neitt mark en hér kemur PS. Góða sendingu en það dugar ekki til. Rexer upp í lofti á móti Daxa. Rexer hefur betur en getur hann haldið áfram. Ekki hann kannski en jú, þarna kemur hann í varnarmannin bara. Kerfi í hann í staðinn fyrir boltan. Osom kemur síðan boltanum fram fyrir Stjörnuna og Kahn reynir skotið. Marið af Dan. En já, fram og tilbaka. Þetta fer. Osom kemur boltanum fyrir frá markið. En það er einhvern veginn enginn að ná að finna markið sjálf. Þetta er gífurlega spennandi. Við veikum hérna einn tæpan glæp á það sem 3-4 næstum búin að skora en þetta er ennþá markalaust. Kahn gerir vel á móti PS, kemur hann út á OSM, hann er með skot, ferða rétt svo í stöngina en Kahn nær að klára. 1-0 fyrir Stjörnunni. Rétt tæpar 3 mínútur eftir. Þeir gera vel hérna í sókninni, OSM með skot sem fer rétt svo í stöngina en Kahn fylgir þessu eftir þó, tankinni lár, á bara gott að fylgja eftir svona tæpum skotum. Og Stjarnan er komin yfir, þannig við þurfum að sjá hvað 3-5-4 ætlar að gera í þessu. Daxi nær boltanum, nei, Rexer með skot. En það er stoppað af Kahn. PS nær honum fram hjá OSM en Kahn er tilbúinn, grípur hann yfir Dan.
Er markið opið hérna hjá 3-5-4? Já, Stjarnan er komin í 2-0 upp. 3-5-4 er að brotta smá niður þarna. Þeir voru með smá skemmtilegt spil í byrjun af kickoffinu, en það borgaði sig ekki og Stjarnan er nú komin í 2-0. Já, skemmtileg hugmynd hjá 3-4 til að byrja þarna en gekk ekki upp og Rexer fær annað tækifæri til að gera eitthvað skemmtilegt hér upp úr kickoffi, er með flipparan hér alla leiðina yfir og ætla að blokka varnarmanninn en Khan gerir vel úr þessu. Næsti maður PS til að reyna fyrir tvísvar í boltan hana, næstum í stöngina. Núna Rexer kemur og klárar þetta og skorar fyrsta markið fyrir 3-4 hér. Búinn að stipla sig inn í þennan leik. En já, það var algjört mess þarna í vörninni hjá Stjörnunni sem að 3-4 náðu að nýta. Spurning hvort að þetta heldur áfram svona fram og tilbaka. PS upp. Hátt í bakvegginn, nær ekki að komast í hann. Dan reynir að komast inn upp en það er Daxi sem að nær að taka boltan alla leiðina fram. Rexer þarf að mæta á móti í horninu sínu og heldur áfram upp vegginn eða hvað, fær boltan hérna niður fyrir framan sig, kemur boltanum upp en það er alltaf einhver maður mættur í þetta og sem gerir vel en Daxi núna upp í loftinu á móti þeim og þarf að koma þessu bolta burt. Og svo er að halda þessu aðeins gangandi og Daxi kemur þessu alla leiðina yfir. Dan kemur boltan núna fyrir fram markið en gerir ekki alveg nógu vel. PS þarf að verja þennan til hliðar. Rexer neglir boltanum síðan bara fram þar sem að OSM tekur á móti. Daxi næstu til að reyna. PS tekur á móti. Við erum komnir aftur í það sama og við gerðum hérna til að byrja með fram og tilbaka en enginn að ná einhverju fullkomnir stjórn á boltanum. Heldur þetta bara skot sem að fara fyrir eitthvað langt. 3-4 reyna að finna eitthvað spil en það er ekki að ná að búa til neitt og hérna er tækifæri Awesome, kemur með skoti í stöngina út og það er PS sem að næra að losa þetta aðeins lengra frá. Rexer heldur þessu gangandi, næra að buffa næsta manni í Dan. Gut 1-2, nær ekki að skjóta á markið. Vá, 50 sekundur eftir, PS skotið fram, Khan kemst inn í þetta en PS heldur þessu gangandi. Það er Awesome sem að kemst aftur fyrir. Rexer reynir að flata þarna en Awesome las þetta fyrir löngu. Hann er löngu búinn að lesa bókina hans Rexer. Núna Dan aftur reyna að spila niður Rexer sem að nær ekki að búa til neitt. Stjarnan er að mæta þeim allt og snemma 30 sekundur eftir og 3-4 er ekki að finna markið. Já, þetta er gífurlega vel spilað hjá Stjörnunni eins og er, en 3-5-4 eru svo tæpir á því að jafna þennan leik. Rexer fer upp með skot, en OSM er tilbúin í það, nær annarri snertingu fram. 10 sekúndur tæpar eftir þetta fyrir 3-5-4 að skora annað mark. Daxi heldur hann áfram, nær að stela bústur, þeir fara 2 í boltan hjá 3-5-4. Það er smá spenna í gangi, náður að halda boltanum uppi. OSM, ekkert bústur, reynir bara að halda honum niðri og hann nær að koma honum í jörðina og Stjarnan hikur fyrsta leikinn. Þarna fer spáin mín loksins út og beint í ruslið. Það er eitthvað sem ég bjóst alveg við, svo sem ég vil gefa Stjörnunni það, þetta er flott lið. Ég bara bjóst við að 3-4 væru í toppstandi en það er vissulega Stjarnan sem er í toppstandi hér í dag. Khan, OSM og Daxi að spila hrikalega flottan leik. Khan að mæta hérna alveg gríðarlega við. Einmitt. Þetta spil var fallegt hjá Stjörnunni, ég verð bara að gefa þeim það sko. Förum yfir í leik númer 2, Stjarnan er 1-0 upp. 3-4 þurfa að finna eitthvað skemmtilega takta til að ná að vinna þennan leik eða þó bara spila þannig að þeir fá ekki mark á sig. Fengu 2 mörk á sig á fyrstu 2 mínútunum en heldur síðan hreinu. Spurning hvort þeir geta gert eitthvað slíkt að Rexer reynir að búa eitthvað til hérna, gerir með skemmtilega klemmi hérna við jörðina og núna boltinn á leiðin á markið en Daxi kemst í þetta. PS mætir honum hér, boltinn lendir í hliðarveggnum og Khan er fyrstu til að mæta upp í þetta, nær ekki að halda þessu gangandi. Boltinn upp í loftinu, Daxi kemur þessu niður til hliðar en það er bara 3-5-4 sem að fara þarna saman. Dan og Rexer ekki alveg að tala saman þarna. Núna kemur skotið, Daxi verst á línunni. Khan upp í loftinu, kemur skotinu bara yfir allan völlin. Gefur
smá tíma fyrir 3-4 að stilla sig upp. Rexer núna með boostið, með flugið, kemur honum yfir Khan. Næsti maður er OSM sem að kemur honum upp fyrir Khan hinum meginn og PS nær að verja þetta á línunni. Khan næstu kom að flata 3-4 þarna. Þeir haldi sér hreinu og já, rúm mínúta komin, það er ekkert mark komið. Já, þetta er vel gert hjá báðum liðum eins og er. Smá mishap hérna hjá Stjörnunni en þeir koma honum út, Daxi með skot, það fyrir hátt. PS nær að taka á móti, kemur honum út, Rexer er þarna nær hann að koma á skotamarkið, það er tæpt en Stjarnan tekur á móti þessu. Daxi sendur þetta til hliðar, Rexer nær ekki að koma snertingu á þetta, gefur Dan bara sinn tíma og tíma hann hefur, kemur honum ekki fram hjá Daxa, hann kemur þetta frá himnunum. Khan tilbúinn samt að taka á móti, OSM er í súpunni en nú hefur Khan smá tíma til að koma fram hjá Rexer en Rexer les hann, kemur upp á vegginn. Daxi mætir, góð snerting frá honum en PS er tilbúinn, nær ekki snertingu samt. Enginn hjá 3-4 náði snertingu, laust skot frá Khan. Dan nær að koma sér út, OSM lágt boost, nær að sendi yfir á Khan. Khan sendir á Daxa, vel spilað, boltinn fyrir hátt. Daxi kemur á bakborðið en Rexer les það. OSM nær ekki snertingu, nú þarf Khan að passa sig en hann gerir vel að bíða. Dan nær að koma sér smá áfram en Khan hefur stjórn, skrítinn 50 þarna en Daxi nær að koma á bakborðið sitt. Rexer að leita af tvísmellunni, nær henni ekki. Khan kemur þessu út, PS heldur sinni, hann hefur smá boost, OSM nær ekki upp og það skilur Khan eftir með boltan en Dan vill ekki heyra það. Kemur honum fyrir miðju en Daxi er tilbúinn. Þeir ná smá andrúmslofti þetta með þessari tortrýmingu. PS kemur inn, nær 50-inu, skilur Dan eftir með boltan. Khan gerir vel, PS nær ekki að koma snertingu þarna og Stjarnan er í grífulegri vörn en OSM nær að koma boltanum á markið hjá 3-4. PS þarf að verjast, Dan hefur tíma og boost, tekur hann upp vegginn, nær ekki annari snertingu, enginn nær annari snertingu nema Dan kemur, nær hann fyrir miðju skot og það er þvingað inn af Dan. 1-0 fyrir 3-5-4 hérna með tæpar 2 mínútur eftir. Já, loksins kemur markið og það er 3-5-4 sem að finna það. Eru almennt búin að vera sterkari hér í sókninni. Leik nr. 2, Stjarnan búin að eiga góðan leik en það dugar bara ekki til. Khan núna spila yfir á OSM sem að heldur þessu gangandi. Daxi næsti maður til að reyna, það er Khan kemur en Rexer kemst inn í þetta. PS reyna að spila þetta fram hjá einum, gerir það vel og kemur bara að skot! PS með gríðarlega fast skot á markið, 123 kílómetrar. Sjáum þetta negli boltanum hérna bara beint inn. Virkilega vel spila, 3-4 allt inn í komni 2-0 upp. Og það gæti vel verið við sem að fá fullt af leikjum hér í þessari viðureign. Khan spilar þetta bara beint á Rexer, það sem að þeir eru að spila enn og aftur einhvern svona kick-off leik hér, 3-4. Þeir finnst þetta gaman, þeir reynir þetta oft. Og hérna er Rexer að spila af varnarmanni. Þetta leit ekki vel út. Sjáum þetta aftur, Rexer í loftinu, situr í bakvegginn, nær að pota honum aftur og er þetta ekki... Sýtist það að vera sjálfsmark. Já, og er þetta ekki Khan sem að... Jú, þetta rekst í hann og boltinn fer inn sem gerir þetta 3-0 fyrir 3-4. En Stjarnan nær einhverjum smá brelli hérna, nær að taka boltan, OSM kemur honum upp. Hann er ennþá á fylgjónum, lítið boost. Rexer nær að stoppa þetta í stímabundið. Khan með skot sem fyrir rétt svo yfir. Daxi, lítið boost, Khan fyrir upp. Hann hefur OSM hérna með sér. En PS gerir vel, sér fyrir þessa sendingu. En Khan heldur áfram, Stjarnan í sókn, Daxi að mæta. En PS er tilbúin, hann nær ekki að stela boostinu eða hvað. Hann stelur í, PS gerir vel. PS hefur smá boost, reynir klemmuna, hún fer ekki langt. Khan tekur á móti. Rexer hefur boost, nær að koma sérna fram hjá Stjörnunni. En boltinn lendir frá OSM, vel gert á sendingunni. Khan fer upp, tekur 50 á móti PS. Nær að koma honum fram hjá flestum, en Dan var tilbúin í þetta. OSM nær ekki að stjórna sér alveg, en hann nær aftur upp. Kemur boltanum á markið, en Dan er tilbúin. Daxi lágur á boosti, kemur honum fram hjá PS. Næstum því skot hérna að koma frá Stjörnunni. Boltinn flýtur frá markið, vel gert hjá Khan að íta varnarmanninu frá, en þeir ná ekki að breyta sig í mark. Og núna kemur 3-5-4 á sókninni. Lítið boost, Daxi kemur honum út, Khan feikar hann PS út, nær samt ekki að breyta þessu í mark. 10 sekúndur eftir, Dan á sókninni, nær hann að bæta öðru marki. Nei, boltinn fyrir framhjá.
Daxi með boltan í horninu, Lára á bústi, PS kemur honum fyrir miðju og Khan reynir að jarða boltan, nær því ekki, skot hérna frá Rexer, varið og það er 3-0 fyrir 3-5-4. Já, allt jaft núna í þessari viðureign eftir góðan leik hjá 3-5-4. Sjáum slatta vörslum hjá báðum liðum, þannig að það er vissulega sóknin góð hjá báðum liðum, en já, 3-5-4, það er betur, náðu að skora og það er það sem að skiptir öllu máli, það er að koma þessu bolta inn í markið. Það dugar ekki bara að skjóta og skjóta ef að boltinn kemst síðan aldrei inn, en við hoppum síðan bara beint yfir í leik nummer 3 og já, við erum allavega vissir um það að við erum að fá leik 4 hér á eftir í fyrsta skipti í dag, en byrjum hér leikinn. Það er PS sem einhvern veginn nær að halda boltanum hana og kemur honum á markið. Rexer nær skotinu en hittir ekki alveg á ramman. Dan næsti maður til að reyna þetta, kemur boltanum fyrir neðan markið. Daxi losar þetta aðeins en það er Rexer sem hann tekur á móti. Nær hann að gera einhvern flippara hér? Nei, Khan mætir. PS núna næsti til að reyna flipparan, en það er 3-4 sem að byrja mjög góða sókn hér. Rexer núna í flipparanum, kemur boltanum fyrir á markið, en það er Khan sem að verð það. Khan kemur honum síðan loksins út hér og sem er mættur hinum megin, en missi boltan fljótt frá sér. Dan komin alla leiðina hinum megin og núna er tækifæri og það er bara ekkert í lagi í vörninni hjá Stjörnunni og Rexer fær bara frekar auðvelt mark. Já, það var eitthvað óhappandi í byrjunni hjá Stjörnunni í vörninni og það var eins og það bara lagaðist ekki, en nú fá það að endursetja aftur, 4 mínútur og 14 sekúndur eftir. Sjáum hvað það geta gert hérna, 1-0 fyrir 3-5-4. 3-5-4 er alltaf að gera vel í þessum kick-offs. PS yfir á Dan, en Dan er ekki tilbúinn. OSM nær hústinu og boltanum, nær ekki fram hjá Dan. PS tilbúinn, tekur hann hátt upp, Khan er uppi og ég sá ekki hver tók hann, Khan sýnist mér, Daxi fylgir samt. OSM kemur hann út, Daxi ekki tilbúinn, lágt búst hjá Stjörnunni, skot, nei það er varið, Khan þarf nú að fylgja eftir, 2-3, Dan kemur þessu áfram, Daxi kemur aftur, nær að senda boltan áfram, en þetta er bara endalaus sókn hérna hjá 3-5-4. Rexer nær ekki að koma honum fram hjá Khan, Khan með lítið búst, fyrir móti PS, kemur boltanum hinum við markið, OSM fylgir, beint í horni, Daxi reynir að senda hann út en hann fer rúlla fyrir miðju. Rexer kemur á Dan, Dan gætir við skot hérna, OSM flýgur upp, nær að neita skotinu. Rexer ennþá í horninu, Daxi Lára á bústin, gerir vel, Khan sendur inn í burtu, lítið búst hjá öllum meðlum í Stjörnunni nema OSM. OSM kemur honum aðeins út, en það er maður uppi á 3-5-4. Rexer heldur áfram, Khan nær 50, en það fellur fyrir fram að marki. OSM gerir vel að koma þessu framhjá. Pressan er gífurleg hjá 3-5-4. PS er aftur uppi, Rexer tilbúinn, nær 50 með OSM. OSM er tortrimt hérna, Dan, smá misspil á Dan og Rexer. Stjörnan nær að koma boltanum út, þannig PS þarf að komast í vörn, hann nær bústi, nær boltanum. Khan nær ekki að tortrima PS. Rexer fer upp, hefur búst, hefur smá, nær ekki að fylgjast eftir, en Dan gerir vel að taka á mótunum. Boltinn flýgur hjá öllum í Stjörnunni og Khan þarf að gera vel þetta, alltaf að koma boltanum frá markinu sínu. OSM með lítið búst, Khan fylgir með, nær að koma sér smá búst, með boltan, reynir að stela bústinn, nær því ekki, boltinn flýgur fyrir ofan miðjuna hjá 3-5-4. Dan gerir vel, sending frá OSM, Daxi ekki alveg í stöðu, Khan af þakkinu, nær ekki að fylgja þessu eftir, en Daxi gerir vel að reyna að koma sér fyrir miðju. Núna þarf 3-5-4 aðeins að verjast. Stjarnan er að gera vel að halda pressunni uppi, en PS með lítið búst þarf að koma þessum bolta, smá klemma þarna, næri svo næstu á markið. Dan kemur honum ekki, hann kemur honum fram hjá Khan. Rexer er uppi, næri honum líka fram hjá. Dan nær ekki alveg, nú hefur OSM smá tíma í loftinu, lítið búst, fer í flipparan, feikar hann, kemur skot, en PS er tilbúinn annars skot og Khan nær að smeygja boltanum fram hjá vörninni á 3-5-4. Gífurlega vel gert hérna hjá Stjörnunni til að koma leiknum í 1-1. Virkilega vel spilað, akkurat það sem að vantaði hjá þeim hér í Stjörnunni. 1-1 staðan, 1 mínúta og 50 sekúndur til stefnu. Fyrir að OSM er maðurinn til að taka fyrsta boltan hér. Khan fylgir því og eftir. Og Stjarnan byrja hér í sókn. Hvað geta þeir gert á móti Rexer? Ekki mikið, en
Boltinn bara dauður hérna í horninu. PS loksins fer af stað meðan alla leiðina yfir. Daxi mæti vel í loftinu og sem tekur sig hérna á móti, kemur boltanum fyrir fram að miðjuna. Khan nær ekki að komast í þetta. Dan gerir mjög vel. Rexer núna með opið tækifæri fyrir upp í lofti, fannst það vera óþarfi og OSM kemst inn í þetta aðeins og lengi að ákveða sig þarna Rexer hvað hann ætla að gera með boltan, en það er PS sem að fær boltan fyrir fram og marki algjörlega frítt og kemur 3-4, 2-1 yfir. Ég veit ekki alveg hvað fór úrskeiðis þetta hjá Stjörnunni. Khan sem að mistir af boltanum hann. Já, þetta var óefnilegt fyrir Stjörnuna en það er alveg 1 mínúta eftir og aðeins meira. Þannig Stjarnan hefur alveg góðan séns hérna aftur. 3-4 kemst alltaf upp með hennar leik. Kemur honum út fyrir miðju, Rexer og Danir uppi, násamt ekki komast fram hjá OSM. Khan er með boost, hann er með smá tíma, kemur honum upp vegginn fyrir miðju en PS les það. OSM þarf að verjast núna með lítið boost. Tekur Stjórnarboltanum, vel gert. Smá tortrim til að hjálpa honum hérna út. En Khan nær að koma honum út, OSM ekki með boostið. PS þarf að verjast hérna. OSM les snertinguna hjá PS en PS gera það sömuleiðis. Khan lítið boost, OSM er uppi. Dan gerir vel með lítið í tankinum. Tortriming þarna kurvu 2 og Rexer er í sókn með boost. Reynir að fara fyrir smá must í flick hérna en nær því ekki. OSM tekur á móti, hann er ennþá með smá boost í tankinum. Nær að koma svo á Daxa. Skemmtileg snerting, Khan þarf að lesa þetta á bakbúrinu. Nær því ekki og skot kemur út frá Rexer og það er 3-1 fyrir 3-5-4. Skemmtilegu leikur sem endar í markið hérna hjá 3-5-4. Já, 3-4 að gera allt rétt hér, komast í 3-1 þegar 20 sekundur eftir. Ættu að geta klárað þennan leik. Stjarnan þurfa að finna eitthvað skemmtilegt kick-off, eitthvað sem að 3-4 eru þekktir fyrir og hérna kemur akkurat annað skemmtilegt kick-off frá þeim. Núna Daxi með tækifæri hinn meginn kemur á móti Rexer í 50. Khan reynir að spila þetta upp völlin hérna yfir en Awesome kemst ekki í þetta og PS núna með tækifæri til að klára þennan leik. En hér deyr bara boltinn, ætti að falla hérna niður í jörðina ef að PS hendur hann ekki ganga því og þarna kemur á loksins 3-5-4 eftir að tapa fyrsta leiknum, eru komnið 2-1 upp í þessari viðureign. Nú þarf, Stjarnan, ég myndi kalla timeout ef ég væri þeir, þessari stöðu. Já, þeir þurfa virkilega að gera eitthvað í þessum kick-offs. Það er bara 3-4 eiga kick-offin og það setur svolítið svona streymið fyrir hvernig leikurinn er að fara að vera í gegn. Það er 3-4 tekur bara boltan til sín strax í byrjun og síðan halda þeir bara alltaf áfram að sækja. Það er svolítið erfitt fyrir Stjörnuna að komast út úr þessu hotni sem þeir bakka sig svolítið í á því að missa boltan strax. En já, ef þeir ná að komast fram hjá þessu og spila aðeins, hvað maður að segja? Ég vil ekki segja betur en já, aðeins betur og þá geta þær 100% haldið þessari seríu gangandi. Algjörlega. Núna fara þeir að koma sér hér á völlin, 3-4 Stjarnan. 3-4 komið 2-1 yfir í þessari viðureign. Stjarnan búin að sína frábæra takta og hérna er akkurat kick-offið sem við vorum að tala að þurfti að gerast. En PS þær að gera virkilega vel úr þessu á móti og svo núna langur bolti yfir að Khan sem að lendir bara í Rexer. Dan skýtur hún síðan alla leiðina yfir, alla í tvísmelluna, feikar það og PS nær ekki að klára þetta því að Awesome kemst í þennan bolta en núna er Rexer mættur og það er varið á línunni af Daxa. Núna Daxi hendur þessu gangandi, 30 sekundur komnar og við erum strax komin í flotta sókn. Dan hendur þessu uppi, Khan kemst í þetta en það er Rexer sem nær að klára þetta, fullt boost og ekki spurning fyrir Rexer. Já, þetta var gott skot innan frá Rexer. Já, Stjarnan var þarna bara aftur svolítið fastir í vörn. Lítið boost, þeir þurfa að taka bara djúpan anda myndi ég að segja, sína smá þolinmæði og reyna að stjórna boltanum. Og þeir eru að ná allavega að stjórna kick-offunum betur núna, komast í sókn strax og með skot! OSM skorar þetta bara það jafna beint eftir fyrsta marki á 3-4. Einmitt, þeir þurftu ekki einu svona að taka leiklið, þeir þurftu bara, við ætlum að gera betur í kick-offunum og það gerðist. Já, þetta er bara gífurlega vel gert og það er komið 1-1. Þetta verður barátta þessi leikur. Bæði liðin eru að sína sitt besta hérna. Kemur, já, aftur vel gert frá Stjörnunni. Khan er uppi en PS reynir að mæta honum, hann fer undir. Vel gert en Rexer kemur honum út. Khan nær mögulega bústur hérna, þarf að taka boltan fyrst, spring tortriming hérna á OSM en Daxi er tilbúið með fullan tank.
nær þetta að smeygja sér inn. Daxi með bara skot frá sínum eigin helming. Gífurlega vel séð hjá honum að vita bara hann getur skotið hérna og 3-4 var bara ekki tilbúin í það og það er 2-1 núna fyrir Stjörnunni. Þetta var fljótt að gera. Bara náða snúðsleik við á 0-1. Sáum þetta gerast fyrir Dusty hér áðan gegn Hamar. Nú er það Stjarnan gegn 3-4 að gera því sama. Já, boltinn er dauður í miðjunni. PS loksins kemst í að færa hann fram. Fer í tvísmelluna við bakvegginn eða reyna sendinguna, ég var ekki alveg viss. En Stjarnan sér fyrir því Kahn núna ætlar að koma boltanum fram. Platar PS hann alveg upp úr skónum. En nær ekki að gera mikið meira úr þessu. Rexer og PS núna hafa tækifæri til að sækja á móti en Awesome kemst í hennar bolta og nær að trufla Rexer. Kahn núna að reyna að sækja en Rexer stoppar þetta strax. Dan með næstu snertingu. PS tekur þessu núna upp í hornið, ætlar að komast fram hjá Kahn, gerir þetta greiðlega vel. Awesome rétt staðsettur þarna að komast inn í sendinguna. Boltinn mjög hægur hérna í horninu, þetta er ekki þægileg staða fyrir Stjörnuna ef að 3-4 ná að halda áfram að pressa en það er vissulega Kahn sem ná að næra að leysa þess úr þessu. Awesome fylgir því eftir en Daxi missir boltan aðeins frá sér og þá koma 3-4 hratt upp. PS með skotið, varið af Kahn. Dan og Awesome lendi í 50. Rexer nær síðan að stela boltanum með það er Daxi sem að stoppar hann strax. Núna PS aftur reyna að komast inn að upp en það er Kahn sem að mætir á móti. Boltinn er búinn að vera pínu fastur hér í miðjunni en loksins kemur skotið og það er Daxi sem er að koma Stjörnum við 3-1 upp. Og er það Stjarnan að koma sér aftur inn í þessa viðureign. Þetta er gífurlega vel gert á Stjörnunni. Þeir eru að berjast. Þeir vita í hvaða deild þeir eru og hvaða lið eru á móti. Þeir eru að gera gífurlega vel hérna. Rúmlega hálfu leikurinn eftir 3-1 fyrir Stjörnunni. Aftur gerir Stjarnan freka vel á kickoffinu en Dan nær að fylgja þessu eftir. Kahn Lára bústi. Gerir ennþá vel en ekki mikið meira sem hann getur gert. Daxi fyrir upp, nær hérna. Komunum yfir OSM. OSM samt Lár á bústi. Rexer nær að lesa það. Kemur hann samt ekki fram hjá honum. OSM dundar sér hann í horninu. Dan nær samt að koma sér fram hjá honum með smá bústi í tankinum en Daxi nær að koma sér upp fyrir miðju. PS er tilbúinn. Kahn þarf að verjast. Hann nær ekki að teygja sig í boltan þetta fyrir slána en OSM nær að koma sér út fyrir miðju. Einn tortriming hérna. Stjarnan mannir niðri. Daxi og OSM fyrir að verjast. Lítið búst. Herðu, hann bara gabbar á alla. Rexer skýtur. Gífurlega fallegt mark. Ég sá þetta ekki koma. Ég sá 2 leikmenn Stjörnunni uppi. Engin snerting og Rexer nýtir sér það til að skora og einu marki nær til að jafna leikinn fyrir 3-5-4. Algjörlega 3-5-4 komnir í bara eins marka mun hér. Stjarnan þurfa að venda þetta mark núna með lífi sinu til að halda þessari viðureign gangandi. Þeir eru með klukkuna í sínu liði núna, eru komnir yfir 3-4 í þessum leik. Það er mikilvægt hér að komast í hennar bolta. Daxi nær að verja þennan virkilega vel spila en Dan heldur þessu gangandi. Pressan er endalaus. PS er að tortíma menn hérna fram og tilbaka. Rexer þriði maður til að koma og reyna að hjálpa. PS kemur skot á markið. Awesome kemur því út. Rexer aftur maðurinn í loftinu. Dan tekur á móti, fer út í horn, ætlar að reyna að spila þetta síðan aftur inn en það er truflaðan. Kahn gerir vel, er með smá búst, fylgir þessu aðeins eftir en það er Rexer sem getur tekið á móti þessu bolta. Kemur í rólega hérna upp. Safnarólur ískaldur á boltanum. 50 sekundur eftir sem að 3-4 hefur til að skora mark. Dan fær þennan bolta algjörlega frítt hér, situr hann hátt upp yfir á Rexer, aftur yfir á Dan. Rexer missir á boltanum, Kahn nær í þennan. Awesome kemur honum síðan langt upp en Rexer kemst fyrir þetta áður en Kahn kemst í það. Awesome og Daxi núna með skotið yfir markið en það er Kahn sem situr þetta í bakvegginn fyrir Awesome til að koma með næsta skot. Það fer ekki á ramman. 20 sekundur eftir. Dan til síðasta tækifærið þitt hér, komdónum alla leið. Rexer þarf að mæti þetta, kemur boltanum í bakvenni, kemur og á, hittir ekki markið. PS reynir skotið, það fer heldur ekki á ramman. Kahn er með boltan í loftinu og tíminn rennur niður. Rexer með annað skot sem að fer
næstum því inn en Stjarnan rétt svo lifir þetta af þessar síðustu 10 sekundur og já, staðan 2-2 í þessari viðureign. Vá, ég er einum leik frá því að hafa réttur með spá í fyrsta skipti. Algjörlega. Vá, þetta er rosalega leikur. Ég ætla samt að gefa þér það þó að 3-5-4 vinni þetta að þú hafði spáð 5 leikjum en nú bara nógu vel gert. Já, þetta var rosalega leikur. Ég með gæsahúð eftir að horfa á þetta. Þetta er tæpur glæpur en nú eru komin hérna í seinasta leikinn. 3-5-4 og Stjarnan í harðri baráttu hérna. 3-5-4 nær að komast í fyrstu sóknina, vel var hjá Khan. Heldur áfram, er með lítið búst, nær smá bumpi hérna, Daxi tegir sig, nær ekki en OSM kemur og bjargar með klandri, PS núna uppi, reynir í flipparan, er ekki með annað. OSM tilbúinn, nær honum fram hjá einum, Dan tilbúinn en OSM gerir vel að halda boltinu nálægt sér. Skot núna, nei, vari frá Dan. Khan þarf að mæta, lítið búst, Rexer gerir vel, fullur tankur, Dan með skot en OSM gerir vel. Önnur tortir mikið skot frá PS og það er næstum því varið en 3-5-4 er komið þetta áfram á fyrstu 30 sekundum í leiknum. Já, PS finnur markið hér á fyrstu 30 sekundunum. Oh my god, Awesome ekki langt frá því að ná að klemma hann í stöngina út en duð ekki til og 3-4 núna með mark á Stjörnuna. Stjarnan byrjar hér í sókn en það er PS sem kemur þessu bolta fram fyrir 3-4 og það er allir að fá vörslur hér, wow! Boltinn lag fram hjá PS þarna og Stjarnan ekki langt frá því að jafna. PS núna með skot, hinum meginn hittur ekki á ramman. Rexter setur þetta aftur í bakveginn fyrir Dan en það er Awesome sem að tekur hérna bolta og hann setur þetta beint á markið og það er galopið mark þess að þeir fóru allir 3 fram hjá 3-5-4 og já, aðra 30 sekundur og það dugar til að Stjarnan jafni þennan leik. Við höldum áfram í gríðarlegri jafnri viðureign. Já, 3-5-4 sendi alla í sóknarna og þeir þurftu að borga fyrir það. 1-1 en koma aftur með gott kick-off en hann nær bústinu, ekki boltanum. OSM kemur hann út, Daxi ekki tilbúinn. 3-5-4 hefur smá tíma hérna. PS tekur hann upp á vegginn. Daxi lára á bústi, nær samt að koma sér í góða stelling við að koma boltanum út. OSM í smá flippið þarna. Kemur fram hjá boltanum, Dan fær mögulega skot hérna en Khan er tilbúinn. Rexer mætir, fer undir Khan með smá stjórn á boltanum, þarf að taka 50 hérna. OSM og Rexer báðir hjá honum, OSM gerir betur, fer af bakborinu, er skot, nei. Dan kemur honum út, Khan á OSM nær ekki snertingu en það gæti að vera gabb. Rexer þarf að verja, tæpur glæpur þetta hjá 3-5-4, allir í fullri sóknar hugar ástandi. Khan gerir vel í vörn, vill koma hann út, þvílík klemma hérna frá 3-5-4 en það borgar sig ekki í þeirra hag. Daxi nær að stela bústi, OSM kemur sér miðjum, skot frá Khan, fer yfir. Annað skot frá Daxa, fer undir, Rexer nær rétt svo að bjarga þessu. Dan, lítið búst, nær að koma þessu út, nei, Khan er tilbúinn. Daxi er uppi, PS er uppi, PS gerir betur. Khan nær bústinu, kemur svo fyrir miðju, OSM með skot. Fer fram hjá PS og OSM skorar 2-1 fyrir Stjörnunni og rúmlega hálfur leikur eftir. Stjarnan að stifla sig inn hér sem topplið í þessari deild. Við erum að tala um það að 3-5-4 enduðu jafnir efst á móti Þór í síðustu riðlakeppni áður en þeir mættu síðan í úrslitakeppnina. Stjarnan vissulega var flott lið þá en eru búin að gjörbreyta þessu liði, 2 nýjir spilarar hér í aðalliðinu og það er klárlega að virka fyrir þá þar sem að þeir geta mögulega tekið þessa viðureigna gegn 3-4 en þetta er alls ekki búið. 3-4 hefur nóg tíma til að jafna og komast yfir. Það er Khan sem að sækir, Dan tekur á móti boltanum hér í loftinu, kemur honum niður en það er ekki mikið sem hann getur gert í þessu. Rexter setur hann aftur fram fyrir Dan til að sækja. Hvort að Dan getur komið þessu niður á PS hér, gerir það yfir á Rexer sem að nær ekki skotinu. PS nær að trufla næstu sókn en það er Khan sem að fær tækifæri. PS nær að verja þetta á línunni rétt svo Stjarnan ekki langt frá því að bæta í hér. Rexer kemur þessu aftur aðeins lengra frá Khan, aftur yfir á OSM sem að kemur með skot.
varið af Dan. Rexer núna hinum megin, getur hann spilað niður og Dan reynir það en það tortím Dan og þeir hafa engan til að sækja. Dan núna aftur mættur í vörnuna eftir að hafa verið tortím. Rexer fær boltan, fær boostið, byrjar flugið, byrjar á flikkinu og reynir síðan að halda þessu gangandi en það stoppað inn í loftinu. PES heldur þessari sókn gangandi en það strax komið boltanum yfir á hinn vallarhelminginn. PES núna á móti OSM kemst gegnum hann eiginlega bara böfborunum frá en það dugði samt ekki til. Rexer núna aðeins lengra upp. Dan missir af þessu bolta, mínúta eftir til stefnu og boltinn á leiðin á markið. Rexer klárar þetta hér. Þvílíkt slys hjá Stjörnunni. Boltinn smellist tilbaka og enginn tilbúin. OSM nær í þetta en Rexer hefur betur í 50-inu með ekkert í tankinum. 50 sekúndur eftir 2-2. Ég að farast hérna. Þetta ótrúlegt. Smellir hérna 50-50 bara alveg dautt. Daxi með boost. Dani lára tankinum. Gerist hann betur. Stjarnan þarf að verjast. Gera það. Daxi kemur hann út. OSM nær á undan PES. Lítið í tankinum. Dan nær að komast út. Hann alveg mættur þetta. OSM, fullur tankur, setur hann niður. Dan vel tilbúin í þetta. En Daxi kemur þessu hodnið. 3-4 þarf að verjast hérna. PES gerir vel, gerir aftur vel. OSM með smá í tankinum. Dan alveg tómur. Rexer þarf að taka bót þessu. Það bara að spila pingpong hérna fram og tilbaka. OSM með eitthvað í tankinum. Kan nær ekki að lesa þetta almennilega. Boltinn uppi. Dan setur hann hátt, lítið í tankinum. Daxi tilbúinn. 8 sekúndur eftir. Rexer kemur honum fyrir miðju. PES með skot en það fer víkt. Dan reynir að halda þessu inni en sóknin að deyja út hjá 3-4 eða hvað, skot frá Rexer en það varið. Lítið búst hérna hjá Stjörnunni. Þeir eru að reyna að verjast. Daxi kemur þessu bara niður örugt og við erum komin í framhald. Framlengingu. Gullna markið hér, 3-4 gegn Stjörnunni upp á viðuregnina. Við erum að fá frábæra viðuregn hér til að klára daginn. En það Dan sem að reyna að komast í hérna bolta. Vissulega Stjarnan sem að hefur aðeins betur og núna Dan upp í loftið, spilar hann lengra upp PES og svo mæta síðan hér. PES hefur betur, kemst upp í hérna bolta, Kan tekur á mótunum og reynir að spila hann hérna alla leiðina upp en það Dan sem að skýtur honum hátt tilbaka. Rexer setur hann beint niður en enginn sem að getur tekið á móti því. PES núna getur hann farið í þetta, nei, nær því ekki. Rexer kemur þessu áfram hér og áfram en það vörnin sem að spila þetta svo vel út úr þessu og svo að gera frábærlega en það 3-4 sem eru mun líklegri hér og það önnur varsla á línunni og svo heldur áfram, koma boltanum fram. Dan og Kan mæta hérna í 50. PES tekur boltan aðeins til liðar. Dan heldur þessu gangandi. Kan í loftið á móti. Rexer núna alla leiðina yfir og svo með no boost til að taka móti þessu en missir af boltanum. Kan þarf að reyna að bjarga þessu. Daxi núna þriði maðurinn hjá þeim til að koma boltanum burt en það Rexer og PES sem að taka móti og þetta fer beint á markið en það varið af Kan og svo núna yfir en það Dan sem að spila þessu aftur yfir á sinn mann en PES fær ekki tíman í að komast í þetta sem að Kan var mættur og bolti núna á leiðin og marki. Kan þarf að verja þetta til liðar. PES reynir að halda þessu gangandi. Rexer núna næstu maður til að koma boltanum fram í sóknina en Daxi losar þetta vel. Dan kemst fyrir hann að bolta, passar upp að þetta fari ekki bara alla leiðin yfir. Hér Kan með tækifæri, nær ekki að klára þetta hér. Dan að verja eins og ég veit ekki hvað. Núna næsti maður til að reyna og svo kemur þessu að markinu en 3-4 pínu heppnir að ná að losa þennan bolta. Nú bolti komin hinum megin, Kan þarf að verja þetta og Rexer missir af honum. PES nær að stoppa hann en það Awesome sem að tekur á móti boltanum. Daxi núna með skotið í bakvegginn. Eitthvað mættur? Nei, Rexer komin upp í loftu og ætlar að fara með hann alla leiðina yfir hinum megin. Awesome kemur hann til hliðar. PES aftur fyrir fram að markið. Dan nær ekki að skjóta og þessi sótt pínu út. Kan nær ekki að gera mikið, verið komin í 2,5 mínútu af þessu. Rexer hendur þessu gangandi fyrir 3-4. PES upp í loftið með boostið.
en það er Daxi sem að mætir. Þau voru tveir sem fóru í þetta en Daxi sem betur fer hefur stjórn á þessu. Rexer kemur þessu síðan aftur bara á markið. Awesome fær vörsluna og kemur þessu upp. PES kemst í þetta. Þeir fara tveir síðan á mót hvorum öðrum í 50 og boltinn fer alla leiðina hinum einn og öllin. PES núna með skotið hliðin á markinu. Þetta hittir ekki á ramman. Dan reynir að klára þetta en hérna síðustu mín tækifærin. Þetta hlýtur að vera að fara að koma. Þessi lið er ekki að finna markið. Rexer kemur þessu út. Boltinn var á leiðin á markið þarna og þarna annað skot sem að PES tekur út til hliðar. Stjarnan er í bullandi sókninna eins og er. 3-5-4 þarf að gerast harðast til að verjast þetta og gera þeir það. Lítið bústur að gefa boltan fyrir búst. Dan hefur þá séns að taka boltan til sín núna. Hann er uppi, nær hann tvísmellurinn? Nei. Boltinn situr eftir fyrir PES. Stjarnan í vörn núna, OSM er uppi, nær ekki snertingu en Daxi er tilbúin á bakborðinu til að taka á móti. Nær tvísmellunni en fer ekki fram hjá Dan. Smá hopp út hérna frá Stjörnunni en þeir ná ekki að framfylgja þessu. Næs spila hjá Rexer en þetta er gífurlega spennandi varnarleikur og sóknarleikur innan skot og það er torftrymmingin sem kemur þessu inn fyrir 3-5-4. Rexer með skot. Og hvað var það PES sem kemur, flýgur inn og torftrymmir OSM eða Daxa? Vá, OSM er tekinn hérna á markalínunni og 3-5-4 vinnur. Já, 3-5-4 vissulega taka þennan sigur eftir gríðarlega viðureign. Það var alveg rétt sér, þú varst búinn að vera að tala um það að þetta gæti verið mjög skemmtileg viðureign og það var bara algjörlega rétt. Stjarnan átti svo mikið skilið að vinna þennan leik en það vantaði smá upp á 3-5-4 hafði betur en þetta þýðir vissulega að Þór endar efstir á deildinni eftir þennan dag. 3-5-4 fylgja þar eftir jafn mörg stig en ekki jafn mikið í pluss stigum í leikjum og Stjarnan og Dusty fylgja síðan þar eftir og Ómon og Hamar enda þá neðstir. En þetta er búið að vera langur dagur hjá okkur og skemmtilegur. Tveir sóparendar til að byrja daginn en klára með svona viðureign er alltaf frábært. Einmitt. Eitthvað sem þú vilt bæta við í þetta? Þetta var bara rosalegt. Ég er með gæsóðu gegnum flesta leikina. Þetta var svo vel spilað og já, ég fann það í beinunum mínum að þetta var að fara í marga leiki og þetta fór bara alveg út í enda. Framlenging í seinasta leiknum, berjast fyrir sigurinn en 3-5-4 kemur upp í endanum en ég er stoltur af spánu minni í seinasta leiknum. Hún var mjög nálægt að vera rétt. Já, algjörlega. Spáin þín var allavega mun nær heldur spáin mín þrátt fyrir að 3-5-4 hafi klárað þetta þá, þeir voru ekkert nálægt í að taka þetta 3-0. En ég held að við séum bara að fara að segja þetta gott hér í dag. Ég vil bara þakka þér fyrir að mæta aftur í stúdíóið hér með mér og þessum Pringles dósum fyrir að mæta hérna. Ég er Team Buffalo Chicken Wings hér í dag og í kvöld. Ég klálega kaupi mér allavega eitt svona til að fylgjast með Super Bowl í kvöld. Ég ætla allavega að reyna að horfa á eins lengi og ég get áður en ég sofna. Og síðan alltaf Red Bullinn sem er fyrir frá okkur, GR-verk og alla þá sem að fylgdust með og bara takk fyrir okkur hér í dag. Við sjáumst aftur næsta sunnudag á sama tíma. Takk fyrir.